Samstöðinni klukkan 8. Hér ætti að vera sagðar fréttir en því miður staðan sú að það svo stór hluti af starfsfólkinu okkar sem veikt að við bara getum ekki haldið úti í svona stóru prógrami þannig að við förum bara í gamla gírinn og byrjum á rauðaborðinu eins og við gerðum hér lengst af. Vonandi mun fólk ná sér þannig að við getum verið með fréttir hérna á mánudagi næsta. Sjáum til með það. En það sem í boði hérna í kvöld alls konar. Aftast í þættinum að þá ætla ég að slá á þráðinn til Bandaríkjanna. Þar býr Haraldur Sigurðsson, jarðfræðingur, hann býr í Massachusetts og ég ætla aðeins að tala við hann svona hvernig Trump og ríkisstjórn Trump blasir við honum. Massachusetts hefur náttúrulega verið svona demokratabæli að stóru leyti og þau fylki, þeim líður ekki alltaf vel þegar það svona forseti í Bandaríkjunum. Þannig að ég ætla að fá svona sjónarhorn þaðan, við ætlum að ræða hótanir og verk Trump að siga hernum og þjóðarleiðun á borgarana og margt fleira. Það meira sem í boði hérna. Gísli Tryggvason lögmaður hefur komið hérna reglulega til okkar og rætt við Björn Þorláks ýmis mál sem að í fréttum og að tengjast svona lögfræði með einhverjum hætti. Þeir ætla að ræða í kvöld til dæmis rétt Ísraels manna eða órétt á því að handtaka Möggustínu og aðra friðarsinna sem að komu þar færandi hendi og ætluðu að færa Palestínumönnum mat og hjálpargögn. En þeir ætla líka að tala vændi, hvort það sé ólöglegt að auglýsa vændi ef það ekki ólöglegt að selja vændi en það ólöglegt að kaupa vændi og ræða líka málfrelsi og tjáningafrelsi og fleira í þeim dúr. Alltaf gaman að hlusta á þá félaga. Ég ætla að því að ég var að minnast á að Gísli kæmi hérna reglulega. Ég hringi líka reglulega í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem að á Akureyri en hann núna við rannsóknarstörf í Bangkok á Tælandi. Ég ætla að heyra í honum og ræða svona alþjóðamálin. Ætla við byrjum mikið á Gaza sem nú eiginlega frétt dagsins. Þar virðist vera komið á vopnahlé, kannski ekki rétt að kalla það friðarsamninga. Það gæti leitt til þess að þarna eru friðarsamningar en það löng leið. En við ætlum líka að ræða öryggismál Evrópu. Ég ræddi hérna fyrir vikunni við Val Ingimundarson sem að dró upp svona mynd af vanda Evrópu frammi fyrir því að augljóslega eru Bandaríkjamenn að draga úr sig einhver leyti út úr álfunni og leggja minni áherslu út frá sínum öryggishagsmunum á Evrópu og það kallar á það að Evrópa endurmeti sig. Björn ætla líka að fá hér í heimsókn Finnbjörn A. Hermannsson sem forseti ASÍ. Þeir ætla að tala hávaxtastefnu Seðlabankans og hvað áhrif hún hefur á kjör launafólks og efnahagslífið. Kannski ræða hvort kostnaðinn við það hafa krónuna. Einu sinni var ASÍ með það á stefnu sinni að við ættum að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. Ég held að sé ekki lengur þannig núna. En þeir ætla að ræða efnahagsmál og ekki síst hávaxtastefnu Seðlabankans. Leikskólamálin orðin hitamál enn og aftur. Ég var hér fyrr í vikunni með Harald F. Gíslason sem formaður félags leikskólakennara og Sólveigu Önnu Jónsdóttur sem formaður Eflingar, sem að flestir ófaglærðir starfsmenn leikskólan í Reykjavík eru félagar í Eflingu. Þau voru fylgjandi eða fannst margt gott í tillögum Reykjavíkurborgar sem að tekur svolítið mið af því sem hefur kallað Kópavogsmódelið sem að stytta dvalartíma barna og þannig að foreldrar verður þá að sækja börnin sín fyrr. Þetta mjög umdeilt mál og ég ætla að fá hingað til mín Höllu Gunnarsdóttur sem formaður VR og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur sem hagfræðingur BSRB. Þau eru ekki sammála Haraldi og Sólveigu Önnu, þær, og telja það að þessar breytingar muni skerða rétt barnafjölskylda og foreldra, gera þeim erfiðara með að sinna vinnu sinni og fleira. Þannig að ræða leikskólamálin sem eru aftur orðin hitamál. Þetta prógrammi sem við bjóðum upp á við rauðaborðið í kvöld, stertum á mörgum málum og mörgum hitamálum sem að tengjast fréttum dagsins. Ég ætla aðeins áður en að ég hleypi smá auglýsingum að minna á að allt sem við sjáum hér og heyrið á Samstöðinni í boði áskrifenda. Það sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru þeir sem halda Samstöðinni gangandi
Ef þú vilt slást í þann hóp bakkjarla samstöðurinnar, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappi sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur, mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að hafa örstuttar auglýsingar á meðan ég næ í Sigríði Ingibjörgu og Höllu Gunnarsdóttur til þess að ræða leikskólamál. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðunni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að halda áfram að tala leikskólamál sem við gerðum hérna fyrir vikun og höfum svo sem oft gert hérna við Rauðaborðið. Og hingað núna komnar til mín Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem hagfræðingur BSRB og Halla Gunnarsdóttir sem formaður VR. Já, þið eru eiginlega svona fulltrúir þess hluta verkfallshreyfingarinnar sem kannski meirihluti verkfallshreyfingarinnar sem hefur sett sig upp á móti tillögum Reykjavíkurborgar styttri vistunartíma barna sem margt lík því sem var gert í Kópavogi og verið kallað Kópavogsmódelið og svo eitthvað var gert á Akureyri, þannig að það er kannski erfitt að vera nefnilda tengja þetta við eitt sveitarfélag umfram annað því að þetta virðist vera flest sveitarfélagin að bregðast við styttingu vinnutímans með því að stytta vistunartíma barna. Og af hverju er þetta ekki gott mál? Þetta er mjög opin spurning. Sko, ég held að það sé best að byrja á því að segja að sko, það er, ég og BSRB hefur djúpa skilning á því að starfsumhverfi á leikskóla hefur verið mjög erfitt og það er ekki auðvelt að starfa í manneklu. Þetta er náttúrulega það sem að mjög margar stéttir á opinbera markanum búa við. Þetta er viðvarandi ástand innan heilbrigðiskerfisins, á hjúkrunarheimilum og víðar. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við tökum þessa umræðu þar sem við horfum á það eru sko sameiginlegir hagsmunir okkar allra að leikskólarnir okkar starfi við sem bestar aðstæður. Bara þannig að ég vil ekki vera í sko að polarisera þetta sem einhver sko nýðingskap gegn leikskólastarfsfólki. Það er ekki það sem að vaki fyrir BSRB. Og til þess að fara enn lengra aftur áður en ég kannski svara spurninguðinni, þá hefur BSRB sko árabil verið að láta sig varða leikskólamálin varðandi að brúa bilið milli leikskóla og fæðingarorlofs og leikskóla af því þetta er mikið álag á fjölskyldur með ung börn og náttúrulega bitnar fyrst og fremst á konum og möguleikum þeirra til atvinnuþátttöku. Og síðan
hefur BSRB náttúrulega verið í farabroddi styttingu vinnuvikunar og BSRB ekki, við höfum innan raða BSRB háskólamenntað fólk sem að starfar í einhvers konar sérfræðistörfum en megin þorri okkar fólks fólk sem að starfar í umönnunarstörfum eða innan menntakerfisins með nánast engan sveigjanleika í sínu starfi. Og krafan styttingu var til þess að þessir hópar sem búa við allt aðra stöðu heldur en til dæmis mjög margir háskólamenntaðir sérfræðingar hefðu einhvern sveigjanleika í sínu lífi. Síðan varðandi þessar tillögur, þá höfum við mótmælt Kópavogsmódelinu og því þegar að sveitarfélög hafa verið að fikra sig þessa leið. Og við höfum bara bent á það að þetta vandamál sem kerfislegt vandamál og það leysir þú ekki með því að velta vandanum yfir á foreldra. Þetta verkefni sem við sem samfélag þurfum að takast á við saman og það sem að hræðir okkur við þetta núna því að Reykjavík hefur verið í farabroddi í leikskólamálum. Síðan, ég ætla nú ekki að fara lengra eftir í söguna en til 94 þegar Reykjavíkurlistinn tekur við og gerir algjöra bragabót í leikskólamálum. Þannig að all börn ættu rétt á fullri heilsdagsvistun. Núna verið að hverfa frá þessum hugmyndum almannaþjónustuna sem almannagæði, þar sem að allir gætu fengið þjónustu til þess að létta líf barnafjölskyldna og gera foreldrum kleift að vera á vinnumarkaði og við erum svona að koma inn í svona svolítið nýfrjálshyggjumódelin þar sem að þú vilt hafa skilvirkni, það á enginn að vera of lengi á leikskólanum, það á að vera fjárhagslegi hvatar, þannig að ef þú ert ekki að sníða þig að kerfinu þá átt að borga meira og okkur finnst þetta bara mjög alvarleg þróun og maður velti fyrir sér ef fólki finnst í lagi að þetta sé gert á leikskólanum, hvað það þá hjúkrunarheimili næst eða önnur sú þjónusta sem gríðarlega mikilvæg samfélagsleg þjónusta og þjónusta við einstaklinga. Hvernig getur það birst í hjúkrunarheimili? Hvað ætlar að gera þegar mannekla þannig að þú getur ekki tekist á við þau verkefni sem að hið opinbera hefur tekið að sér að sinna? Ætlarðu þó bara í staðinn fyrir að horfa á hvaða vandamál erum við að takast á við, hvernig getum við leyst þau, ætlarðu þó bara að setja það yfir á aðstandendur? Ég held að Reykjavíkurborg hafi bara verið að loka einu hjúkrunarheimili af því að það þótti ekki vera hagkvæm eining. Þú þóri ég alltaf að segja hvort það hafi verið Sunnuhlíð sem var lokað bara vegna þess að þótti ekki nú hagkvæmt. Já, en ég og sagði samningnum við ríkið og skilaði bara samningnum. Já, ég ætla ekki að ég hef ekki sett mig inn í það mál, þannig ég ætla ekki að tala það. En þannig að það eru þessar, þetta eru svona þetta svo stór spurning, þetta snýst ekki af því það fullu skilningu fyrir hendi að þú vilt ekki, við erum sífellt að segja, niðurskurður í kerfinu, það alltaf verið að sníða því þrengri og þrengri stakk og við erum bara ósamála þeirri þróun. Við viljum almannaþjónustu sem að lítur á sig sem veitanda almannagæða. Og leikskólarnir eru fjöregg í íslensku samfélagi. Við höfum státað okkur af þeim, þeir hafa verið gríðarlega mikilvægi fyrir börn og fyrir foreldra og stundum velti ég fyrir mér hvenær hætt okkur að þykja vænt leikskólan okkar. Það kannski ekki að þeir sem komið ekki að tillögur breytingar sé ekki vegna þess að þeim þykir ekki vænt það. Nei, og ég Þú talar að velta vandanum. Má þá ekki segja sér svo að núna liggur vandinn bara hjá starfsfólkinu og það það sem að starfsfólkið vegna þess að ég var með formann Eflingar, það sem mikið ófaglegur fólki sem vinnur í leikskólanum og Harald í félagi leikskólakennara og þau voru bæði hlynnt í að stytta vistunartíma barna einmitt kannski að þessu eins og þú lýsir þessu að það vandið þarna inni og það verið að velta honum yfir á foreldra, þau vilja velta vandanum af starfsfólkinu það sem hann hefur sittið eftir þannig að kerfið brotið, vandinn hefur legið hjá starfsfólkinu og þau segja núna já við viljum ekki meir þess vegna tökum við undir þessa tillögu. Ósækjart að stilla þessu þannig upp. Það vandi, það eitthvað brotið í kerfinu. Þannig að vinnustaðurinn hefur verið, vinnuskilirinn hafi verið slæm, það hefur verið og krafa styttingu vinnutíma.
Það hefur gengið erfiðlega mannaða, meðal annars vegna þess að það mikið álag þarna inni. Er þá ekki eðlilegt að það sé verið að létta af starfsfólkinu? Sko, ég nálgast þetta mál, ég náttúrulega formaður stærsta stéttarfélags landsins og við erum langstærsta stéttarfélag ungs fólks á landinu. Og kannski ágætt að byrja að segja það að foreldrar leikskólabarna, vinnandi foreldrar leikskólabarna eru almennt ekkert sérstaklega góður svona málsvari sinna eigin hagsmuna. Þetta er fólk sem ofta ganga í gegnum þreyttasta tímabil ævi sinnar og líka eru einhvern veginn í ástandi þar sem allt er tímabil. Þú kemur út úr fæðingarorlofi og það var tímabil og kemur út úr einhverju svefnleysi og tímabil og svo eyrnabólga og tímabil og svo bara leikskóli og þú bara pústlar og þetta er bara tímabil og þú hugsar einhver tíma líkur þessu tímabili. Svo bara barnir aldrei fluta heimann. Já, svo er aldrei fluta heimann. En mér finnst það svona, það kjarnar svolítið þetta er ekkit endilega hópur sem á mjög auðvelt með að svona reisa sína kröfur eða segja sitt. Það er ekki til foreldrasamtök Íslands. Það er ekki til fjölskyldusamtök Íslands eins og þetta er víða til. Það er til í Bretlandi og til í Þýskalandi, mjög öflug samtök. En þess vegna þurfum við sem erum í stéttarfélögunum að rísa upp fyrir okkar fólk. Og það er rétt sem Sigríður Ingibjörg segir að hér er verið að taka einhver áskoranir sem eru í umhverju leikskólana og velta þeim yfir á foreldra og sérstaklega á fullvinnandi foreldra. Og svo er sagt að kerfið sé brotið og sé ónýtt og eitthvað annað slíkt. En ég veit ekki betur en að það sé búið að gera gangskur í ýmsum málum en varða starfskjör inn á leikskólanum og það er búið að takast á við hluti við það. Meðan annars með styttingu vinnutímans. Og fjöldi leikskóla er mjög góður og það er bara fullt af leikskólum sem eru bara mjög góðir og eru bara ágætlega mannaðir og þeim er vel stýrt, fólki bara líður ágætlega og ég held að ár eftir ár þá er ánægja foreldramæld og hún er í kringum 98%. Ég er sjálf með barna á leikskóla þannig ég er í kringum foreldra leikskólabarna og það sem ég heyri í kringum mig er yfirgnæfandi ánægja með leikskólana. Börnunum þykir vænt leikskólana sína, þau hlakka til að fara eftir frí, skamma jáfnvel foreldra sína, þau koma snemma að sækja og svo framvegis. Og það er rétt að þetta er ákveðið fjörug í þessu samfélagi og við höfum alltaf verið stolt af leikskólanum, við höfum alltaf verið stolt af þeim þessi leikur niður í fyrirrúmi, börn læri gegnum nám, öðlast félagsþroska, þetta er bara ótrúlega dýrmætt starf sem á sér stað þarna inni. Og ég hef alltaf haft mikla samúð með kjarabaráttu starfsfólks leikskóla en hins vegar þegar það kemur að því að láta mitt félagsfólk borga fyrir þær þá auðvitað fer maður aðeins að spyrna við fótum. Og hvernig er verið að láta þau borga fyrir þær? Það er verið að láta þau borga fyrir þær bæði með peningum og svo með andlegu álagi. Með andlegu álagi þá hvernig? Já, vegna þess að þú þarft að það eykur á púslaspilið. Og það verðist til dæmis hafa verið niðurstaðan í Kópavogi þar sem að fólk styttir tíma leikskólabarnanna en það er einhverja aðrir sem eru að koma með börnin og sækja þau og vera með þau og brúa einhver tíma og þetta er ofboðsleg streita og það þekkja það allir foreldrar sem hafa staðið svona púsluspilu, þetta er ofboðsleg streita. Við höfum verið að byggja upp alveg frekar góð lífsgæði fyrir barnafólk með náttúrulega styttingu vinnutímans sem er samt mismunandi milli eins opinbera og almenna en VAFR er með líka styttan vinnutíma og sem að þýðir jáfnvel að fólk getur farið með börnin sína í leikskólan og sóttu af leikskólanum og einhvern veginn rúmast það inn í deginum. Og vistunatími barna, hann hefur líka að því virðist styst. Þú veist, það er búið að stytta opnunartíma margar leikskóla og það er sífellt algengara að vistun sé í kringum 8 tímar en ekki meira. Og þannig að ég held að margar jákvæðar breytingar hafa átt sér stað. Það sem að VAFR hefur mótmælt frá upphafi þessu svona Kópavogsmódeli og vegna þess að það verið að færa kostnað á herðar vinnandi fólks. Og síðan hefa fleiri sveitarfélög tekið þetta upp og hefur sittið á fundi með bæjarstjórn Fjarðabyggðar eða bæjarráð Fjarðabyggðar og reifað okkar áhyggjur og það verið að bara auka gríðarlega kostnað. Foreldrar eru óánægðir með þetta, þeim finnst þetta erfitt fyrir utan að bera á þessu kostnað. Þannig ég myndi segja það er fullt af fagfólki og starfsfólki sem veit hvað þarf til þess að allir leikskólar geti verið góðir, ekki bara kannski helmingur þeirra eða hvert hlutfallið er. Það er þetta nýta reynsluna frá góðan leikskólum til þess að byggja upp leikskólana sem að gengur verð. Vonandi og þessi húsnæðismál, þessi mygluvandamál hafa sett alveg gríðalegt álag á leikskólana, á börn, starfsfólk og foreldra
og vonandi nú eitthvað að reyna að takast að koma einhverju svona reynslu á að takast á við það, þannig að álagi þurfi ekki vera jafn mikið og raun ber vitni. Þannig en að nýta síðan einhverja verðstýringar til þess að reyna að refsa fólki fyrir að vera með börnin sín í leikskóla, þetta leggst ofsalega illa í okkur. Og síðan það, og kannski fer ég að ljúka þér á löngu ræðu, þessi umræða sem að spinnst í kringum þetta. Men þess að það sem að gerast hérna að það einhverjar fjárhagslegar áskoranir í tengslu við starfsemi leikskólana og það verið að takast á við þær með því að velta þeim fjárhagslegu og andlegu byrðum yfir á foreldra. Það staðreynd. En síðan byrjað að mála þetta upp sem eitthvað allt annað. Að það sé, þetta vera börnin fyrir bestu og það sé svo vont fyrir börnin að vera lengi á leikskóla og það sé alveg hræðilegt. Það nú sjónarmið sem við þekkjum að því láti liggja að foreldrar viti ekkert velferð barna sinna og skilja hann ekki og setja þau í aðstæður sem eru þeim óhallar, að börnin sjálf veit ekki hvernig það líður, heldur einhverju leikskólastjórar sem sitja á skrifstofu og þeir vita það betur en þú og þeim líður bara eitthvað alveg hræðilega og þetta sé bara agalegt og þau helst að vera heima og hjá mömmu sinni og það bara komur svo mikið ofbeldi í samfélaginu og svo fer þessi umræða bara að spinna og ég finn það á félagsfólki í mínu félagi og fólki sem haft samband um mig að þetta bara planta rosalega vondum tilfinningum í hjörtum fólks sem að reyna að gera sitt allra besta frá degi til dags til að láta dæmi ganga upp og mér finnst þessi umræða nánast meiri glæpur heldur en ákvarðanirnar sem verið að taka. En mér langar, má ég bæta við það, því ég held sko það sem að það nú fín frétt á heimasíðu ASÍ þessar breytingar og áhrif þeirra. Það sko meginreglan svo á íslenskum vinnumarkaði að minna sko flestir eru með vinnutíma sem að 38 til 40 stundir í dagvinnu. Og flestir á leikskólum Reykjavíkurborgar kemur fram í frétt ASÍ eru með börnin sín 8 eða 8,5 tíma á dag í dagvistun. Svo verið að setja inn tekjuviðmið sem eru einhvers konar tekjutengingar og það mjög stórir hópar fólks af því þetta eru mjög lág viðmið sem að til þess að geta nýtt áfram þessa tíma á meðan þau eru að vinna til þess að það hækka verulega leikskólagjöldin. Þannig að við erum ekki að tala að það sé eitthvað, þetta sko fólk undir meðaltekjum sem að á þeim tíma lífsins þegar þú ert með húsnæðislán, einhverjir eru með námslán, eða háa leigu, að þetta ekki fólk á mínum aldri sem búið með svona erfiðustu hjallana í þessu, þetta fólk sem að stendur í þessu miðju. Þannig að þetta, verkalýðshreyfingin hefur náttúrulega áhyggjur af kjaraþættinum í þessu og þetta bitnar verst á fólki sem að hefur minnstan sveigjanleika í vinnu. Það verið að tala eins og við erum líka með náttúrulega eins og við vitum mjög hátt hlutfall útlendinga á íslensku vinnumarkaði eða fólks af erlendum uppruna sem ekkert með eitthvað mjög mikið tengslanit eða bakland á Íslandi en svo erum við líka farin að tala eins og það sé eiginlega til þess að barnafjölskyldu geti látið hversdaginn sinn ganga upp þá eigi baklandið að koma og tryggja það. Ég meina, það mjög mikilvægt fyrir barnafjölskyldur að eiga bakland, það eiga það langt frá allar en það þannig að við ætlum að reka samfélagi þannig að þú þurfir eiginlega að eiga góða, þú þurfir að vera par og báðir einstaklingarnir í því pari eigi góða foreldra sem hafa tíma til þess að sinna barnabörnunum. Við erum líka með dagstaglega, ekki bara eitthvað fáðan helgar og við erum með einstæða. Ég hef ekki þetta sjónarmið, heldur frekar það að vinnumarkaðurinn verið aðlaga sig að því að sumt af launafólkinu á börn. Kannski kemur þeir sem eitthvað fyrirtækinu óvart en þau verða bara að hegða sig í sambandi við það. Þannig að það verður að vera sveigjanleiki gagnvart foreldrum í vinnu. Það sveigjanleiki gagnvart foreldrum í vinnu. Já. Allavega inn í mínu félagi. Það bara umtalsverður sveigjanleiki gagnvart foreldrum í vinnu og flestir bara njóta bara ágætis skilnings. En það þýðir ekki, þú veist, það eru samt einhver... Það farið fyrir að sækja barnið. Það eru einhver sársaukamörk. Já, ef þú ætlar að segja, ég ætla að tjekka mig út okkur mennsta föstudag klukkan 2, auk þess að vera styttra eitthvað alla aðra daga, þá það orðin einhver allt önnur umræða. Og þeir sem segja þetta, þeir verður líka átt að segja því að við erum föstin í kjarasamningum til næstu 3 ára.
Það næstu bara heil skólaæfi leikskólabarns og það ekkert að ætlast til þess að... Þetta var auðvitað niðurstaðan hjá Haraldi og Sólveigu Önnu að velta steininum, það enda þarna hjá fyrirtækjaeigundum og stofnunum sem að myndu þurfa að bregðast við því að launafólkið eigi börn og akt á því og ég spurði, en þá ekki getur þá einn ef ég segi mig, ég sé einstæð móðir og ekki með þetta bakland og kannski frá Póllandi og á ég að fara til míns fyrirtækjaeiganda og segi ég verði alltaf að losta klukkan 4 á baráttan að vera að birtast þar eða getur verkalýðshreyfingi síðan mynda eða stjórnmálin eða einhvern veginn list þetta ef að boltinn á að enda þarna hjá fyrirtækjunum. Já, mér finnst það bara mjög gott sjónarmið en líka sko ef að sko í fyrsta lagi þá eru leikskólar ekki tækið til þess að þvinga fram styttingu á almenna vinnumarkaði. Það bara aðra leiðir sem á að fara í því. En það hefur ekki verið farið. En ef að það víst búið að stytta vinnutíma. Og við erum með styttri vinnutíma. En af hverju ætti það styttri vinnutíma ekki að leiða til þess að fólk getur sótt börnum fyrir? Þau gera það. En ef þú ert þú þarft að komast til og frá vinnu í leikskóla. Og fólk sækir börnin fyrr. En mér langar samt líka að segja við þessu, ef að þetta væri markmiðið, þá náttúrulega á borgin bara að segja við ráðum ekki við verkefnið, við ætlum að loka öllum leikskólum á föstudögum klukkan 2 og öðrum dögum klukkan þetta og þannig bara verður það. En það er ekki það sem er verið að segja. Það er verið að segja, við ætlum að nota verðstýringar sem hlýtur nú að vera eitthvað mest nýfrjálshyggju tól sem getur til þess að stýra hegðuninni. Þannig að það er ægilega vont fyrir börn að vera á leikskóla milli 2 og 4 á föstudögum nema þú getur borgað aðeins meira. Þá það allt í lagi. Og þetta algjörlega fráleitur málflutningur. Og þetta þýðir það að gagnvart barnafólki sem að myndi fara inn á sinn vinnustað og auðvitað átt ekkert að hvíla á einstaklingnum inn á sínu vinnustað. Það er bara fráleit. En ef þú ferð inn og segir ég þarf að fara á föstudögum klukkan 2 og sækja barnið mitt þá getur náttúrulega atvinnurekandi sagt þú getur bara borgað aðeins meira. Og þá þarftu ekki að fara klukkan 2 en það sem gerist náttúrulega í flestum tilfellum þá segir launamanneskjan þá verður að hækka launin mín já, þá getur hún sagt það og þá segir atvinnurekandinn að það eru kjarasamningar eftir 3 ár af því að þeir verum fest inn í þeim til 3 ára og þú veist og það er ekki bæði hægt að festa okkur inn í kjarasamningum til 3 ára og skipa okkur síðan að gera kjarasamningum einhvern öðru sem þær voru gerðir sko. Þannig að þetta er algjörlega fráleitur málflutningur En það er líka sko nú ég næstum búin að gleyma hvað ég ætlaði að segja. Þá ætla ég að koma með annan punkt sem líka sko, það ekki bara eitt stjórnsýslustig í landinu, það sko ríkið, löggjafinn sem að setur lög leikskóla. Þar hafa verið sett lög til dæmis lengri kennaramenntun á sama tíma og það var krafa hærra hlutfall leikskólakennara á leikskólum í sömu löggjöf, en svo hefur ekkert verið gert svona verið unnið sérstaklega í því samhliða að reyna að fjölga þá leikskólakennurum nema af einhverjum veikum mætti. Það voru líka sett löggjöf eitt leyfisbréf á milli skóla og þetta eru eðlis ólík skólastig og það verður kannski og sveitafélögin vilja meina að þau hafi mist það bil 200 manns út úr leikskólunum á landsvísu út af þessu. Þannig en ríkisvaldið er rosalega stekkfrí í leikskólamálum. Það eitt af því sem Haraldur bendi á að ríkið að koma inn og taka eitthvað svona ábyrgð líka vegna þess að þetta skilið eftir svolítið í, fólk heldur það kannski að þetta sé svona, hvað heitir það, svona universal réttur sem við höfum en það það ekki alveg þannig því að þetta eiginlega hvert sveitafélag fyrir sig getur mótað þetta eftir sínu höfði og hvað hvort við verðum kannski komin á þann stað núna að ríkið að stíga inn og kannski setja eitthvað svona meginreglur þetta og taka eitthvað ábyrgð og líka þá að koma með fjárveitingu á móti eins og til dæmis að mæta því þegar að stytting vinnuvikunar sem kannski vandamáli sem við stöndum fram yfir núna. Stytting vinnuvikunar leiðir til þess að það verður kostnaðarsamara fyrir sveitafélagið að halda út í óbreyttum opnunartíma. Í staði og sveitafélagið hefur ekki efna því en það öll sveitafélagin bara standa bara frekar illa og þau hafa ekki sjálfstæða tekjustofna nema það að geta hækkað leikskólagjöld. Þannig þá eru tveir kostir annarkvort hækkuð við leikskólagjöldin eða þá að við styttum vinnutíman eða við gerum hvort tveggja til þess að gera fara svona bílbeggja og það það sem að gerast núna og það verið að velta þá steininum eitthvað annað á foreldrunum og sem þá í trausti sem að sumi segja að þið verður þá bara veltaði yfir á fyrirtækin því að sumuleyti leikskólanir eru grundvallar allir þess að þetta reka hér atvinnulíf og atvinnulífið ætti þá, eða það sem þeir kalla sig atvinnulíf eða fyrirtækjaeigendur, ættu þá að taka þátt í þeim kostnaði. En ég held sko og það verður þá gjald sem að ríki geti lagt á en ekki sveitarfélögin. Lausnin á þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir gagnvart
leikskólunum samfélagslegt viðfangsefni. Þar þarf að koma til ríkisvaldið, sveitarfélögin, atvinnurekendur og stéttarfélög. Sko, ef við tökum styttingu vinnuvikunar, þá eins og ég fór yfir, það var við börðumst fyrir þessu, fyrir hópa sem hafa mjög líktinn sveigjanleika í sinni vinnu. Meiri hluti félaga í aðildafélögum BSRB eru konur. Ef við tökum félaga okkar hjá ríkinu, ég man ekki hlutfallið af konum, en það eru í miklum meiri hluta, 55% þeirra eru í vaktavinnu. Þetta þannig að það ekki eins og annar hver opinber starfsmaður gangi út á hádegi á föstudögum. Þú með stéttir sem eru í mjög föstum skorðum varðandi sinn vinnutíma. En svo langaði mig að segja, því að þar á nú Sólveig Anna formaður Eflingar heldur betur heiðurskilin fyrir kjarabaráttu sína fyrir leikskólastarfsmenn. Það hófst í Reykjavík þar sem að henni tókst að ná fram gríðarlegum kjarabótum og mikilvægum kjarabótum. Það hefur síðan urðu sveitarfélögin að taka upp önnur eftir í næstu kjarasamningum. Þau höfðu ekkert annað val. En þegar að maður til dæmis, og þá, ég tek undir það, kjörin á leikskólum hafa batnað verulega. En þegar þú horfir á laun á leikskólum í samhengi við laun, annara, ef maður tekur starfsstéttir, og þá sérðu að ef þú tekur leikskólaliða, grunnlaun leikskólaliða eru alveg ekkit verri en svona grunnlaun almennt í heilbrigðiskerfinu fyrir svipaðar starfsstéttir. Þau eru hærri heldur en í veitinga- og gistihúsarekstri og slíku. En þegar að hort, þannig að þú hugsar, þessi grunnlaun, þau eru ekkert, þau hafa batnað verulega. Þegar þú horfir á heildarlaunin, þá menntakerfið alltaf verðstatt og þessir hópar að því það ekki tækifæri til yfirvinnu með sama hætti, það ekki vakta álag og auðvitað eru þeir sem að vinna í greinum það sem vakta álag og yfirvinna, það fórnarkostnaður ef þú þarft að vinna á óþægilegum tímum, þú ert að vinna meira en það þýðir þú átt auðveldara með að finna leiðir til þess að hækka launin þín ef að nauðsyn krefur. Og það auðvitað ákveðin vandi inn á leikskólanum að þessir möguleikar eru ekki til staðar þar. Og þú getur í tekið aukavættir á vegna þess að þú ert í vinnunni þegar starfsfélagin veikur. Já, og þannig það eru svona, ég meina, og þetta ekki einfalt úrlausnarefni, það ekki einn bói í málinu, við þurfum saman að fara yfir það, hvernig ætlum við að leysa þetta, þannig að Þetta klúður þetta mál. Ég hef stundum sagt að þetta svona mál fyrir Laugardalsvöllina. Við erum að koma saman, foreldrar, starfsfólkið og allir koma saman til þess að finna einhverja lausn í þessu því að þarna kemur lengt fæðingarorlofsins og hvernig leikskólinn byrjar, hvort það sé hægt að taka við því. Það eitt af því sem Haraldur segir, að þessi hugmyndum að lengja leikskólan niður á við, að taka við börnunum fyrr, að það eiginlega, það ekki hægt að reka leikskólan eins og hann þannig þetta hefur eiginlega alltaf verið bara einhver óskikja að leggja þetta til, því það ekki hægt að manna það og það ekki bara að telja árin sem að bætast við, heldur það þannig að yngstu börnin þurfa fleiri starfsmenn heldur en eldri börnin, þannig að þetta kannski verið að tala að auka kostnaðin við leikskólanum 35-40% og það bara, það ekki til peningarnir í það og það heldur ekki til starfsfólki til að sinna þessu, þannig að það kannski bara einhver óskikja, þannig að það margt í þessu sem að, þú veist, byggt upp á einhverju svona sem að kannski ekki raunhæft. Þú veist, allavega, eins og við þekkjum oft í augun, það getur verið með einhverja stefnu, en það verður þá bara peningar og einhverja stórar aðgerðar að fylgja með ef þetta á gangu upp. En aðeins að því við erum að tala hérna klukkan 2 á föstudögum. Og eitt af því sem að Haraldur sagði til dæmis, að það eiginlega betra fyrir móðurina þína að koma til síns yfirmanns og segja ég verð alltaf að fara kl. 12 og kl. 2 heldur en að taka við í símtólunum að við verðum að loka deildinni út af manneklu af því að það voru veikindi og við getum ekki mannað að hann verður bara að loka deildinni, það koma óvænt svona símtöl og þau léku það bæði Sólveig Anna sem hefur unnið á leikskólum og Haraldur, þessi símtöl sem þau eiga við starfsfólki og þá erum við kannski að horfa við það að við erum bara í neyðar ástandi að það gengur svo illa að manna þetta að það stór hluti leikskólana
sem eru á einhverju svona neyðarstígi alla daga og við verðum einhvern veginn að komast út úr því. Einn liðurinn í því að stytta vissum tíma. Já, ég hef ekki alveg séð gögnin sem rennast út myndir það við sem á neyðastígi. Ég sá gögn frá Reykjavíkurborg að eitthvað í kringum helmingur leikskóla hefði einhver tíman á tímabilinu þurft að senda börn snemma heim. Ég hef undanfarið ár þurft að sækja barnið mitt einu sinni snemma og það var klukkan 15:30. Þannig ég veit ekki alveg og ég meina ég heyri frá fleirum svona í kringum mig, ekki sama leikskóla, en ég veit ekki alveg hvort að það er rétt að það sé algjört neyðastig. Það getur vel verið. Ég held að sé reyndar mjög mismunandi milli leikskóla. En af einhverjum ástæðum er þetta áhersla starfsfólksins og ég held að verður ekki að hlusta á það. Það nýttur að hafa rétt mat á stöðun á sínu vinnustað. Menna það er en starfsfólk er alveg með mismunandi skoðanir á þessu líka sko. Þetta er áhersla forystu fólk stéttarfélagana, ég get ekki litið því, þetta er áhersla þeirra og ef ég væri með sumt af mínu fólki vinnur undir frekar miklu álagi og ef það væri eitthvað svona yfirvald eins og Reykjavíkurborg sem sagði já við erum tilbúin að létta álaginu af þeim með því bara þessu pennastriki og einhver annar grípur það, þá myndi ég auðvitað að segja já, þú veist, bara endilega en það hefur samfélagslega áhrif í þessu tilfelli og ég skil alveg að þau styðji þetta en þetta er ekki eina sjónarmiðið þegar kemur að rekstri leikskólana og það getur aldrei verið eina sjónarmið því að leikskólanir eru uppalega til fyrir börn og fyrir samfélag og fyrir þú veist, fyrir eitthvað veruleika sem við búum í. Þess vegna tók ég þetta sambandi við neyðarástand. Já, en ég ætla að segja þetta er þetta aðgerð í neyðarástandi vegna þess að fyrirmyndarlandið að það er ekkert sýnt að það sé þú veist, það er ekkert að koma sko. Því það er engar sérstakar aðgerðir til þess að ná því fram. Nei, og það er akkurat gagnrýnin sko. Þú veist, þú átt náttúrulega bara að ná þessu fyrirmyndarlandi fram og ef að þú getur það ekki, þú veist, og það getur vel verið að sum sveitarfélög getur það ekki, að þá hlýturu að vilja beina spjótunum að ríkinu sem segir að þú er að veita þessi þjónustu eða þá að segja við bara rísum ekki undir þessu verkefni og við ætlum bara að loka hérna ákveðnu tíma. Að ráðast í einhverja útfærslu á einhverjum gjöldum og foreldra sem eru svo flóknar að það þarf að hanna sérstaklega reiknivél. Þannig að við getum setið heima hjá okkur í ágúst á hverju ári og pælt í hvort að ef við gerum þetta svona og þú eru heima þarna og þá kannski getum við að fara í sumarbústað í maí, skilurðu, að þetta er bara algjörlega absúrd aðferð og það hljóta allir að sjá það. Og ég segi fyrir mitt leyti Þú veist allir að það sjá það ekki allir, annars væri við ekki að ræða þetta sem ágreiningsmál. Reykjavíkurborg hefur alltaf verið flaggskipið í leikskólamálum og ég játa bara fyrir mitt leyti þegar Kópavogur fór að stað með þetta og einhver sveitafélag fór að eftir og við auðvitað mótmæltum þessu og höfum gagnrýnt þetta, mætt á fundi og annað slíkt og gert úttektir en ég hugsaði alltaf á endanum þá lagast þetta því að þau þurfa aftur að aðlaga sig að Reykjavík. En svo bara mætir Reykjavíkurborg og segir við ætlum að elta þessa vitleysu og við ætlum að gera það með ennþá flóknari hætti og ruglingslegri og einhverjum tekjutengingum út og suður og En tilur það ekki verið til bóta þessi tekjutenging sem þá hugmyndin er líklega svo að margir foreldrar hafa efni á því að borga meira fyrir dagvist. Aðrir foreldrar hafa það ekki. Hvaða fór, já. Ertu að segja mér einstæða móðurinn sem skrifaði mér í gær hafi bara efna á því að borga þetta? Nei, þetta er fólk sem er eins og Sigríður Ingibjörg rakti að náðan sem er á þeim tímabúnti lífsins og það er flest allir. Hugmyndin á baku þetta, annars væri ekki tekjutenging. Nei, hugmyndin er að tengja þetta við tekjur. Það er ekki verið að tengja þetta við skuldirnar þínar eða aðra skuldmyndingar í lífinu eða við framfærslukostnaðinn eða verðbólguna. Eru þau mótið í að þetta sé tekjutengt? Þannig að þeir sem eru á hæstu tekjunum þetta er regressív hugmyndafræði. Þessu hjón og annað vinnur í yfirstjórn Arion banka og hitt í Glitni að þau borgi aðeins meira en hinnir. Ég bara tel að það er skattleggja þau með sanngjörnum hætti og þetta er regressív hugmyndafræði. En að tekjutengja hlutir fyrir utan það tekjutengingarnar þær byrja alltaf í sögu tekjutenginga að tekjutengingar aldrei verið einhvers stöð þarna upp í ári. Þær byrja alltaf tekjutenginga barnabótur eru þannig að fullvinnandi fólk á lágmarkslaunum er skert. Þær eru skertar áður þú vaknar. Hér eru barnabætur tekjutengdar, hér er náttúrulega skattkerfið þrepaskipt. Af hverju ósköpunum ættum við að fara að tekjutengja leikskóla alveg Við erum með allt tekjutengt, við erum með húsnæðisbætur, við erum með vaxtabætur, barnabætur. Það eru stuðningskerfi. Það eru tekjutilfærslukerfi. Við erum allt tekjutengt. Það er tekjutilfærslukerfi. Við erum ekki með tekjutengt hvað það kostar að fara til læknis eða hvað, þú veist, þetta er opinber þjónusta og hún er bara verðlögð með einhverjum hætti en ekki út frá. Þið eru prinsipelt að móti því. Já, og
inn í umhverfi barnafjölskyldna, einmitt eins og Halla að tala barnabæturnar, það var stigið stórt skref í kjarasamningunum núna, varðandi það að draga úr tekjutengingum til þess að fjölga foreldrum sem að fá barnabætur. Að því barnabætur eigi ekki að vera fátækrastuðningur, heldur að fólk á sama tekjubili með mismunandi framfærslubyrði, þú ert að leiðrétt, þannig að ef þú ert með tvær fjölskyldur, þær eru báða með 1 milljón á mánuði, segjum sem svo, bara einfalt dæmi, önnur er með 3 börn á framfæri, hinn ekkert, þá eru barnabæturnar gerða til þess að jafna innan tekjubils ráðstöfunartekjur. Það var stigið stórskref í þessu, alls ekki nógu stórt í kjarasamningunum. Nú er það boðað í fjárlega framvarpinu að það á ekki að auka fjárheimildir til barnabóta, að því þær eru jú fyrst og fremst til að styðja tekjulægri fjölskyldur, segir í frumvarpinu. Það er ekki lagabókstafur fyrir þessu, það er ekki markmið þessara tilfærsla, en sko þannig að þú ert þá að tekjutengja barnafjölskyldur á rosalega mörgum vígstöðum og það er þú átt að tekjuskattskerfið á að fanga það að fólk greiði meira til samfélagsins ef það er með háar tekjur, en þá ekki að gera það í gegnum leikskólagjöld. En ég get skilið, það er, ef þú berð ábyrgð á rekstri leikskóla og þú berð ábyrgð á velferð bæði barnanna sem þar eru og velferð starfsfólksins sem þar starfar. Það er bara rétt á ákveðnum að þú búir í umhverfi sem að samræmist hugmyndum okkar vinnuvernd, að þú sért bara ekki undir þannig álagi eða í þannig umhverfi að það sé beinlínis skaðlegt fyrir þig. Og þetta er auðvitað spurning fjármuni, en staðan er svo að það er mjög erfitt, það er ekki þannig að það sé ekki verið að auglýsettis fólki. Þú færð bara ekki fólk til starfa. Og við tölum stundum að það þurfi aðra með mælikvarða velsæld en verga landsframleiðslu. Sko ég held að besti mælikvarðin væri, hversu vel gengur að manna leikskóla. Því að þegar við erum ekki í efnahagslegri lægð, þá er þetta stöðugt vandamál. Og þetta, hvað ætlum við að gera? Ef þetta... Ég fekk ykkur hingað til þess að svara þessu spurningu. Já, ef þetta nýja módel tekur gildi, kannski dugar þetta ekki til. Hvað ætlum við þá að gera? Er það þá bara að skerða þjónustuna enn frekar? Eða gera hana enn dýrari? Eða, gengur það? Erum við sátt við þessa aðferðafræði til þess að leysa kerfislæg vandamál? En hvað ætlum við að gera til þess að leysa það? Því að segjum að Reykjavík og Kópavogur og fleiri sveitarfélög er að reyna að leysa þetta. Og þið eru ansnúin þeim lausnum. Og þá hlýtur spurningin að vera, hvað ekki getur haft þetta óbreytt, því að það er starfsfólki segja svo óbærileg vinnu, skilur þið? Ég segja þau það? Þeir segja að ég fulltrúar þeirra, við Rauðabröð segja það. Já, og fórustu fólki í stéttarfélaginu segir það, og það getur vel verið þessi rétt, allavega á einhverju leikskólum. Þú verður ekki lengi, þú ert formaður í verkefnisfélagi, þú verður ekki lengi formaður ef að þú talar á skjön við vilja félagsmanna. Nei, ég er ekki að halda því fram, en ég er að segja að það er það á einhverju stöðum, það er það ekki enn til allstaðar. Og ég tel að verða að nota fordæmin þar sem þið eru góð og byggja á þeim. Og ég held að það hljóti að vera hægt. En síðan finnst mér heldur ekki hægt að mæta inn í umræðina og segja við foreldra, já nú verður þið bara að taka rosalega byrðar og þið hann á launafólk verður bara að taka byrðar og þegar við segjum, nei, það gengur ekki. Nú, hvað þá að gera? Þetta er bara absúrt þetta er eins og koma inn með vondar lausnir og vera svo reiður út í fólk sem er eitthvað á móti þeim. Ég er ekki, það er ekki á mínu ábyrgðarsviði að skilja leikskólastarf inn út. Mér finnst alltaf að verkalýðshreyfingin hefði eitthvað stefnu í þessu máli. Já, hún hefur allavega ASÍ hefur eitthvað verið að reyna að búa sér til stefnu og það er algjörlega skýrt í þeirri umræðu sem það er innabúðar að bara starfskjör og kjör starfsfólks og leikskólum verða að vera í lagi. Og það bara á að tjalda öllu til sem þarf til þess að fólk hafi almennilega vinnuaðstæður og börnin náttúrulega almennilegar aðstæður fyrir nám og þroska og umönnun sem að þau þurfa að halda með þau eru þarna. En það er líka skýrt að það þarf einhvern veginn að fjalla
gjaldskrár hlutan og hvaða byrðum eðlilegt að varpa foreldra og hvaða byrðum ekki. En einhvers staðar þarf þetta samspil að vera. Og ég ekki á neitt hátt að draga í efa að starfskilyrði á sumum og jável mörgum leikskólum hafa verið mjög vond í tímans rás. Þú veist bara, ger það ekki eina sekundu. En ég tel á sama tíma það þurfa að horfa þangað þar sem þetta gengur vel og hugsa hvað það? Og hvað það sem vantar upp á annar staðar og taka þau skref sem þarf. Og það vita allir þetta liggur í fjármagni. Þetta liggur í fjármagni. Það ekki samkomulag um fjármagni. Flestir telja að við viljum hafa leikskóla. En það ekki ljóst hver á að borga fyrir það, hvort það sé ríki eða sveitafélög eða fyrirtækin. Og það ekki samkomulag um það. Og það ekki forma bak við það hver á að borga þetta. Og foreldrarnir. Það hefð fyrir því að foreldrarnir borga sinn hlutandinn í það. Þannig nú hefur verið að ná í meiri penning og þá sótt það til foreldrarna en ekki til ríkisins eða fyrirtækina. Já, og það ekkert, ég meina, gjaldskrár hækka. Það þú veist, alltaf einhverjar verðlagsuppfærslur og eitthvað slíkt og það má alveg vera einhver umræðum það hversu hátt gjaldið á að vera og hvernig, þú veist, hvað er einhvern veginn svona eða hvort það vera, hvort við erum ekki bara borga fyrir leikskólana þegar við erum vel sett og hvort við erum að vera að leggja skatta og barnafjölskyldunar. Það ekkert gefið að það sé niðurstaðan í samfélaginu. En mér langar að segja aðeins varðandi þann vanda sem við að etja og ekki, þú veist, en persónulega hef ég innsýn í starf í 2 leikskólum og miklum fyrirmyndastofnunum. En þar gríðarleg, ég hugsa bara til leikskólastjórana þar, þeirra starf ekki einfalt því það skortur á starfsfólki og það alltaf verið að reyna að finna leiðir til þess að bæta mönnunina, auglýsa eftir fólki. Þú þarft einhvern veginn að sætta þig við ótrúlegan bútasaum. Þannig að ég þetta eru aðstæður sem að ég myndi ekki vilja vera með þessi verkefni í fanginu og ég skil að stjórnmálafólk að reyna að finna leiðir til að leysa þennan vanda. Og eins og það var annað hér í tengslum við gerð kjarasamninga. Þetta voru ýmis mál sem að þar kom yfirlýsing frá stjórnvöldum. Eitt af því var að brúa bilið. Að það þyrfti að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Það starfshópur í gangi, þar að koma fram tillögur núna síðar, það sem sagt fyrir jóli, ég veit ekki nákvæma tímasetning á því en það svona langt komið og þar sita saman ríkisvaldið, sveitafélögin og aðilar vinnumarkaðarins og það eru svona vonbrigði að það sé ekki hægt að ganga lengra með það starf og sjá hvaða tillögur koma þar áður en við förum að breyta skipulaginu í stærsta sveitafélagi landsins sem að hefur verið svona í fararbroddi varðandi þróun þessa skólastigs. Þannig að lausnirnar, þetta væri bara hvað viltu gera til að leysa húsnæðisvandan? Ég meina, þetta rosalega, það ekki ein lausn. Við erum bara að fá 18 nefndir það, en við erum ekki bara að fá við erum engu nær. Nei. En mér finnst þetta nánast eins og... Ég sagði þetta sem dæmi, þetta og mér finnst, þannig að ég hef bara mín innsýn sem þetta bara eitthvað persónubundið dæmi, en ég meina ég veit alveg að þetta stórkostlegt vandamál og ég veit alveg að það ekki hægt sem ábyrgur aðili fyrir kerfin að segja bara, já, þið bara, nei, bítið bara á jaxlinn og við höldum áfram og þetta bara frábært. Ég meina, það ekki boðlegt heldur, þú veist, og ég ætla að taka það fram að, PSB, við eigum minna fólki á leikskólanum að Reykjavík, svona ófærlærðu, þar Efling með það stærstur hluti starfsfólk sem ekki í kennarasambandinu í Eflingu, en við eigum leikskóla starfsfólk út allt land. Þannig að okkur svo langt, það ekki svo, og það heldur ekki þannig, ég meina, verkalýðshreyfingin
mér finnst sko kjör launafólks óháð því hvaða stéttarfélög þið eru og starfsaðstæður skipta máli. Þetta ekki hólfaskipt, þetta eru sameiginlegir hagsmunir okkar allra. En það tengist mörgum málum sem eru svona ágreiningsmál eins og það bil á milli leikskóla og fæðingarorlofs eða öfugt. Og sumir vilja þá að leikskóli fari niður, aðri vilja að fæðingarorlof fari upp og þeir sem að vilja að leikskóli fari niður segja að það sé leiðin til þess að auka atvinnuþátttöku kvenna og tryggja það að barnsegnir verði ekki of mikil, ég veit ekki hvernig orða, högg í starfsferlinum og öðru slíku og það þannig kemur inn á eitthvað svona feminist svæði, það sem svona verið að kljást svona það sem réttur kvenna til vinnu á móti, þá stundu stilt á móti, það nú ekkert gott að þið vera 9 tíma á leikskóla. Stundum eru börnin með lengsta vinnudaginn af öllum og ekki það nú gott. Haraldur tók svolítið undir það og fannst það eiginlega vera aðeins svo mikið af yngstu börnunum að vera svona lengi og vildi sjá að það væri ekki kannski meira en 6 tímar og eitthvað. Þannig að þetta svona umræða á svona vissu jarðsprengjusvæði. Það náttúrulega miklu betra fyrir börnin að vera sko í innkaupakerfi Krónunni heldur en á leikskóladeildinni sinni. Það hvort sem er. Meinar að það oft talað eins og foreldrar lengri opnunartíma til þess að foreldri fari eitt í ég bara, þú veist, ég átti sjálf mjög mörg börn og var að púsla þessum degi og ég man alveg eftir sko þegar maður var komin móður og másandi með barnið í einhverjar ömurlegar útréttingar og veist, ég segi sko, þú veist, hvað gott fyrir börn? Þetta sko, það ekki eins og þessu öll að fara heim að föndra með mömmu og borða nýbakaða kökur og svo bara gleymist líka í þessari umræðu. Mörg, sko, við getum sagt, megin þorri íslensk eða barna á Íslandi býr við gott atlæti. En það umtalsverður fjöldi sem leikskólinn skiptir sköpum fyrir öryggið þeirra. Og við erum líka að líta fram hjá því. Það eins og þetta sé, sko, það búi allir hér við sko fullkomnar aðstæður og það sé bara bestu mögulegu skilyrði til þess að eiga gríðarlega gæðastundi með börnunum sínum. En við skulum líka, en svo sýna okkur rannsóknir líka það, að foreldrar hafa aldrei áður varið jafn miklum tíma með börnunum sínum. Ég held að foreldrar eru mjög mikið af sinna sínum börnum en þau í vinnu. Svo mikið að koma uppeldisfræðingar og leggja það til að foreldrar gera aðeins minna af því börnunum og vera einhvern tímann í friði. Já, og svo vil ég segja sko varðandi eitthvað svona feministkar áherslu sko, grundvöllur þess að vera sko, þetta snýst fjárhagslegt sjálfstæði kvenna. Eitt það að geta bara verið þátttakandi á vinnumarkaði, að sinna þeirri vinnu sem að þú hefur áhuga á eða þarft að sinna, en svo bara þarft að sinna vinnu til þess að vera með fjárhagslegt bolmagn og ef þú hefur ekki fjárhagslegt sjálfstæði, þá ertu ekki frjáls til þess að fara úr ofbeldissambandi, til þess að geta haga lífið þínu þannig að þú sért ekki bundin af ægivaldi þess sem að skammtar þér fjármagn. Þannig að þetta svo leikskóli með rúman vistunartíma öryggisættri fyrir konur. Finnst þér 8 til 8,5 tími fyrir fullvinnandi fólk rúmur vistunartími? Þetta bara, sko, ég held að, sko, reyndar finnst mér ég orðið svo úrelt að það orðið meir en 10 ár síðan eða 15 ár síðan, já, það á 15. ár síðan ég var með barna á leikskóla, en ég meina, ég elskaði leikskóla barna minna og ég sé, þegar ég hitti leikskólakennarann í dag eða starfsfólkið, þá faðma ég það, því þetta fólk sem að gerði tilveru okkar svo miklu betri og auðveldari og bara skipti sköpum í okkar lífi. En ég man bara, maður var á, þú veist, þetta bara tímabil í ævi fólks að þessum þú ert á stöðugum hlaupum og þetta rosaleg aðþrengt, þú ert ekkert með barnið þitt lengur á leikskóla en þörf krefur. Þú bara, og ef þú einhver tíma færð hálftíma eða klukkutíma til þess að græja eitthvað sem þú þarft að græja, þá það bara stórkostlegur ávinningur. En þú veist, ég hafna
stjórna þeirri umræðu að sko einhver fjöldi foreldra sé að nýta leikskólan á þess að hafa einhverja sérstaka þörfera. Svo finnst bara börnum, mjög mörgum, vissulega ekki öllum, frábært á leikskólanum sínum. En ég líka skil ekki alveg, mér finnst þetta svona nánast svona einhver makareyfing, sko. Þú veist, þegar kemur að þessu börnin og foreldrarnir og eitthvað annað slíkt. Sko, og ég veit ekki alveg hver hugmyndin þú veist, því Ísland var aldrei svona, skiljið, það var ekkert eitthvað, við vorum ekki eitthvað með eitthvað ítalska móðurýmynd sem bara var með börnin bara í fanginu og elda matinn og verður síðan bitur á efri árum og vill fá þetta allt saman tilbaka. Og nú er ég aðeins að vitna í kenningar Silvíu Federici sem er marxísku feministi og þú skilur ekki velferð barna og velferð foreldra að. Þú veist, þú getur ekki talað að það sé eitthvað best fyrir barnið sem er ekki best fyrir foreldrana. Því að þú veist, foreldrarnir verða fyrir standi og þeir verða fyrir lægi. Og þannig að þetta er saman krull. Og það er ekki hægt að öskra bara foreldra að eitthvað sé best fyrir barnið sem foreldra segja en ég ræði ekki við og ég get ekki. En heldur að foreldrarnir get ekki verið í lægi þótt þeir sækja barnið klukkan 2 á föstu? Ég sko, foreldrar að segja og bara fara að horfa á þessu könnun verðu. Þeir að segja þetta er nánast óbærilegt að standa í þessu skipulagi og þú verður að hlusta á það. Þú getur ekki bara sagt, já, það er miklu betra fyrir barnið mitt að vera með þér og já, er það betra fyrir barnið mitt að vera með mér ekstra út á róló í símanum og reyna eitthvað að græja restina af vinnudeginum heldur en að klára daginn og róló í leikskólanum. Þú veist, er það virkilega þannig? Og svo er komin einhver önnur umræða að það sé stórkostlegt réttindabrot gagnvart leikskólanum að börn séu ekki heima þegar foreldrar í fæðingarorlofi með lítið barn, veist að þau séu allan daginn á leikskólanum og ég bara spyr hvaða 4 ára barn þráir að vera heima með þreyttri móður sinni og brjóstmjólkingi frekar en að vera að leika við jafnaldra sína. Ég skil ekki þessu umræðu. Hver er á móti því að eldra barnið fái að vera á leikskóla? Það eru tillögur sem voru ræddar ítarlega í Reykjavíkurborg og leikskólastjórar hafa komið fram og kallað eftir þessu og sagt að þetta sé alveg fráleitt að foreldrar séu í fæðingarorlofi og séu þó ekki með börnin meira heima og það mér sé tengt við uppgang ofbeldis í samfélaginu. Og ég held að fólk verða að horfa eins á hvað skilaboð verið að senda foreldrum í þessari umræðu. Þannig að starfsfólk leikskóla á það allra besta skilið og þeirra kjarabætur hafa verið ofsalega mikilvægar en foreldrar ungra barna er líka það besta skilið og það má ekki tefla þessum hópum saman eins og hagsmunir þeirra sé einhvern veginn algjörlega á skjön, það er bara ekki hægt og þetta er bara ljótur leikur að mínum mati. En það er kannski sjálfur sér áhugavert af hverju er þessi mikli hiti í þessar umræðu. Það sem er verið að stilla saman annars vegar millistétta feministum sem að vilja hafa börnin sem allra lengst inn á leikskólanum. Já, ég er bara ránkólu augunum, sorry, en ok. Á móti þeim sem að vilja að börnin séu heima, helst í heimakenslu af því þú stundir makareyfinguna, þá endur það kannski þar að börnin eigi bara að vera heima. Og fá nýbaka þegar þau koma af róló. Já, ég ætla aðeins að veitna aftur í Federici. Ég er alltaf með, þú ert stundum að segja af hverju er þessi ósætti komið, þetta var ekki svona segir þú. Þannig þá myndum maður ætla það sem hefur þá breyst, er líklega að við erum komið með eitthvað svona menningarstríðs áherslur inn í umræðu bara mikilvægar grunnstofnanir samfélagsins. Þegar ég sagði að þetta var ekki svona, þá meinti ég við vorum ekki með eitthvað fullkomið samfélag hinnar heimavennandi húsmóður sem var alltaf heima að nuta börnin og hér var það fullt af börnum hér sem hafa bara alist upp af ykkar kynslóð sem gengur bara sjálfvala og bara með lykil hálsinn áður en þau kunna skeina sér. Ég vildi ekki fara í leikskóla en fekk þess í stað að vera með mömmu í vinnunni. Það var nú sveigjanleikinn á atvinnumarkaðnum þá. Já, akkurat. Ég er alveg upp í bakari Jón Símonssonar. Einmitt. En ég er bara að segja, ég er ekkert viss um að þessi veruleiki sem er einhvern veginn verið að láta eins og við höfum eitthvað yfirgefið, hafi yfirleitt verið fyrir hendi. Að minnsta kosti ekki fyrir þorra fólks. En mér langar að vitna aftur í Federici, því hún var svolítið að fjalla um þetta ítalska móðurhlutverk. Og það er þessi ítalska móðir sem að fórnar sér fyrir börnin. Þú veist, hún bara sér fjölskylduna, borðar síðust, eldar hún í liðið og svona passar upp á alla, þarf allra aðra áður en hún svo mikið sem hugsar að draga andan sjálf. Og svo lýsir hún
en svo kemur að skuldadögum. Og þá vill ítalska mamman fara að fá tilbaka allt sem hún búin að fórna og þá kemur gremjan, pressan á börnin og annars slíkt. Barátta Federici og félaga, hún gekk rosalega mikið út á að börn og foreldrar væri svolítið í þessu saman. Við erum bara svolítið í þessu saman og það svolítið samfélag sem við byggt upp hérna. Við erum svolítið að reyna að vera í þessu saman og möndla þetta saman og stundu það barnið mitt að taka strætó heim og dansi og stundu getum við sótt hana og þetta bara svona samningaviðræður og tóg og okkar í milli. En í grunninn samt þá þetta bara dálítið fín samfélagsgerð, skilji. Og þetta og börnin eru síðan sjálfstæð og þau skulda mér ekki neitt, sko. Eða eins og í Bandaríkjunum þar sem að foreldrar blæða í menntun barnanna sinna og svo ætlast til þess að börnin verði eitthvað sem að þeim hendar, sko. Hér erum við bara að reyna að ala fólki svona ákveðnu sjálfstæði og mér bara þykir vænt þá samfélagsgerð, ég vil halda í hana. Það líka ágætt að hafa í huga að það mjög lág fæðingartíðni á Ítalíu. En mér langar að segja... Og finnum mjög rætt lækkandi hér. Já, og reyndar sko líka á hinum Norðurlöndunum sem við höfum alltaf verið... Ótrúlega að sjá línuna hérna hvað hún lækkar rætt, sko. Ég held þetta væri bara eitthvað svona tilfallandi eitt á. Og ég veit að Svíar sem sko mjög framalega svona fjölskyldupólitík og áhrif hennar á mannfjölda og eitthvað svona, sko, þar sérfræðingar þar að segja, sko, hér að lækka mjög hratt í Svíþjóð. Fæðingartíðni, hún var ekki jafn há og hjá okkur en há, en þeir greina það ekki út, það eru einhverjir aðrir þættir af verkum líka, það bara, en mér langaði að segja, sko, að því þú spyrð, akkur þessi skotgrafir eða akkur þessi, sko, ég held að þetta svolítið, sko, þegar þú ert búin að aðþrengja kerfi, það búið að vera pólitísk stefna hér, síðastliðin sko eiginlega, já, áratug að minnstakosti að minnka umfang hins opinbera í hagkerfinu. Og þegar þú þrengir svona kerfunum og fólkið sem að starfa inn á leikskólunum búið að vera að reyna að þreyja þorran og svo hættir að sjá leiðir út aðrar en þær að það verði þá bara að skerða eða breyta, draga úr þjónustunni og þá fær, sko... Skiljanlega líka við maður já, segir. Þau eru að býða því að þau tóku á sig skerðingu eftir hrun og það átt að koma eitthvað betra, það kom aldrei. Já, en ég held samt, sko, ég ekkert viss það almennt að eitthvað starfsfólk á leikskólunum líta á foreldrarna, eða þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig fólk sér fyrir sér þennan vanda eða hvernig hann verði leystur sem að eru nú í honum miðjum. En ég held að þetta séu kannski bara eðlileg viðbrögði því að þú hefur verið að starfa inn í kerfi þar sem búið að þrengja stakkin og þú ert að reyna að finna leið hvernig ætlum við að hafa þetta af og þetta þannig að minna, svona þetta ekki sagt sko fjársvelt eitthvað og þá verður fólk tilbúið til þess að láta klassist niðurbrot á kerfi og hafa krísu ástand að koma svo við verðum að gera eitthvað og hér eitthvað, gjör svo vel og það þetta eða ekkert þannig að það er óbreytt ástand, viltu það? Já, það er náttúrulega líka svolítið verið að segja ég held að það sé ekki viðunandi það er náttúrulega líka svolítið verið að segja við starfsfólk leikskólana sko, þetta eina leiðin og þreytandi sem foreldrar sem eru að segja eitthvað annað sko og þannig einhvern veginn verið að etja þessum hópum saman og mér finnst það ekki ganga, mér finnst bara þú veist, það er algjörlega hagsmunir foreldra að leikskóla starfsfólk vinni við góðar aðstæður og líði vel og njóti virðingar og góðra kjara og en það er náttúrulega líka, þú veist, og það er hagsmunumál samfélagsins að þetta samspil bara gangi vel, þú veist, það eru hagur okkar allra. Þess vegna held ég þetta sé svona mál sem hæft fyrir Laugardalshöllina. Það sem þarf að vera að ræða það, svo veist, hvernig hérna, þetta sé ekki samningsmál. Við höfum sem samfélag undanfarið, svo ég sagt, eiginlega frá hruni, hafa leikskóla, þú veist, það breyttist svo margt, það var svo, þá hefur ábyrðin verið sett á starfsfólk og nú komin svo staða upp að fólk segir, þau sem þarna starfa segja bara hingað og ekki lengra. Við getum ekki meira, nú verða aðrir að taka við. Og þau sem ætti að taka við, sem eru sem sagt, stjórnvöld sem að hafa tæki til þess að hafa áhrif á kerfið, hafa ekki svara kalli, að sveitarfélögin hafa verið að reyna ýmislegt. En ríkisvaldið alltaf þarna, þetta hefur ekki verið þetta samtali gangi og þess vegna erum við komin í þessa stöðu. Ég neita að þetta sé þú veist, að við séum með ólíka hagsmuni og séum í einhverju innri baráttu. Við eigum að leysa vandamálið þar sem hægt að leysa það og það í samvinnu
beggja stjórnsýslustega og þeirra sem gæta hagsmuna launafólks, verkalýðshreyfingarinnar. Og fyrirtækina. Já, og fyrirtækjana og mér finnst mjög merkilegt að samtök atvinnulífsins sem að láta sig nú allt milli heimis og jarðar varða, sérstaklega þegar kemur opinberu starfsmönnum, þau virðast bara ekki hafa neinar áhyggjur af því að fólk eigi erfitt með að stunda vinnu út af skorti á leikskólaplásum eða því að það þurfa að brúa bilið. Þetta er bara að fyrirtækin opni leikskóla og mér finnst það náttúrulega svo hlálegt að þessi samtök sem vilja láta taka sig alvarlega hafi ekki lagt eitthvað alvöru í púkið. Kannski fæ ég samtök atvinnulífsins til þess að halda áfram umræðin leikskólamál sem við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið. Takk kærlega fyrir komuna Sigríður Ingibjörg og Halla. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá ætlum við að ræða vexti og fleira. Finn Björn A. Hermansson hjá ASÍ, hann komin hingað til að ræða raunvaxta okrið á Íslandi sem bitnar á hinum skuldugu alþýðumanni sem aldrei fyrr, ekki svo? Jú, það svo. Hvað Seðlabankinn að hugsa? Já, það spurning hvort að Seðlabankinn hugsi sjálfstætt. Já. Þeirra rök eru þau að það sé ennþá þensla í samfélaginu. Og það má alveg til samsög að færa að það er í sjálfum sér ekki þensla. Við sjáum alveg samdrátt og við sjáum það að hagvöxtur að fara niður, en það einkaneysla í samfélaginu og ef maður veltir fyrir sér af hverju einkaneysla, það annars vegar að það smá launaskrið á almenna markaðinum. Opinberi markaðurinn að hluta til samdi öðruvísi heldur við, þannig að þau hafa svona bár fyrir báru. Það samdi betur? Já, þau sömdu hærri kauphækkanir heldur við gerðum. Fólk ekki meira á bítum þar? Já, það gerði það. Og svo til viðbótar að þá út af þessum háu vöxtum og hárri verðbólgu fólk að flýja með lánu sín í verðtryggð lán. Sem gerir það verkum að það lækka greiðslubyrði og þá fær fólk smá slaka og sem að skapar svona eftirspurn eða það að kaupa meira heldur en ella. Já. Á forsíðu Moggans í dag segir horfur í efnahagslífi versna enn. Það eru nokkrar undirfyrirsagnir. Ein vísitala efnahagslífsins fellur, önnur fyrirtæki spá fækkun starfsmanna, þriðja fjárfestingar minnka milli ára, svo kemur útflutningsatvinnuvegir, telja efnahagsástandið slæmt. Og svo kemur rúsinan í pilsuendanum. Seðlabankastjóri bjartsýnni á vaxtalækkun. En ef hann með þessar vísbendingar, af hverju lækkaði hann ekki bara vextina í gær? Góð spurning. Ég hef ekki svör við því. Væntanlega, ég ætla ekki að fara að verja þessa gerðir Seðlabankans, en maður að reyna að geta í hvað peningastefnunefndin að velta fyrir sér. Og þá væntanlega vilja þið sjá einhver frekari teikn á lofti sem styður það að þeir geti lækka vexti. En það sem við erum að benda á
að það að ef við skoðum september mælinguna í verðbólgu, þá helmingur, eða tæplega helmingur af henni húsnæðisliðurinn. Já. Og húsnæðisliðurinn, mælingunum var breytt fyrir rúma ári síðan og þá var henni breytt þannig að það húsaleiga sem vegur miklu þyngra heldur en hún gerði áður. Já. Og húsaleiga að stórum hluta verðtryggð. Já. Og ef að þeir hækka, ef að verðbólgan hækkar, þá hækkar húsaleiga og ef að húsaleiga hækkar, þá hækkar verðbólga. Já. Þannig að við erum komin í svona hring sem við viljum endilega fara að rjúfa. Já. Og þá horfum við svolítið til húsnæðis þáttarins að við erum búin að tala um það síðan 2016 að það vantar íbúðir inn á markaðin. Já. Og sem gerir það verkum að íbúðaverð hefur verið að hækka óeðlilega mikið. Já. Það hefur verið að hækka langt umfram almenna kaupgetu, það hefur verið að hækka langt umfram verðlag, þannig að ef við förum ekki að fá einhverja innspýtingu á íbúðamarkaðin, þá erum við bara komin í svona spíral sem við ráðum ekki við. Já. Það líka hrópandi óréttur finnst mér að þeir sem að þessi raunvextir bitna harðast á, það kannski ekki hópurinn sem að getur breytt miklu í eigin hegðum og ekki honum að kenna að það gengur illa að ná niður verðbólgu og hægar heldur en stjórnvöld hefðu óskað. Það vantar stundum svolítið bara svona sanngirnisrök í peningamálastefnu Seðlabankans, menn það sem litið til ólíkra þarfa þjóðfélagshópa. Það alveg klárt og ef við skoðum bara þessar stærðir sem að liggja að baki að eins og ég sagði, einkaneyslan, hún hefur verið að aukast. Og jafnframt peningaeignir eða sem sagt innistæður að verða meiri hjá einstaklingum og við þurfum svolítið að þátta það niður hverjir þetta annars vegar sem í þessari eyðslu og hverjir það sem hafa sem betur fer efni á að safna svolítið. Vegna þess að við gerði könnun nýlega bara stöðu samfélagsins og hvernig fólk að komast af. Já. Og þá sjáum við það að 70% þjóðarinnar, og við fögnum því, 70% þjóðarinnar hefur það bara nokkuð gott. Já. 70% þjóðarinnar taldi sig hafa möguleika á því að bregðast við óvæntum 100.000 króna útgjöldum. Það bara fagnaðarefni. En svo eru það 30% sem ekki hafa það eins gott. Og það bara hluti sem við sem samfélag verðum að hafa áhyggjur af og verðum að beina sjónum okkar að og miklu meira heldur en við erum að gera. Og það eitthvað sem ekki að fungera þar. Og stærsti hluturinn sem ég held að skilja á milli feiks og ófeiks í þeim efnum, það hvort þú eigir húsnæði eða leigir húsnæði. Já. Og maður heyrir svona seinni tíð dálitla gagnrýni á það að stéttaskipting tæki, efnahagsstjórnartæki sem viðhaldi stéttaskiptingu eða aukjana að það sé svona minni kurr út af því að ákveðnir hópar samfélagsins eiga á hættu að dragast aftur úr. Það líka nefnt að með fyrirtæki sem eru skuldsett, það mjög dýrt að skulda peninga, að þessi hávaxtastefna Seðlabankans sem þekkist í rauninni hvergi á byggðu bóli bara sem við berum okkur saman við, að sitt hvað í þessari stefnu geti haft skaðleg áhrif fyrir aðra en þá sem einstaklinga sem að skulda pening í húsnæðinu sínu og maður velti mikið fyrir sér hvort hver lengi hægt að berja höfðinu við steinin með einhverja stefnu eins og þessa hávaxtastefnu þegar mjög mörg önnur svona viðvörunarljós blikka og segja að það ekki endilega víst að við séum á réttri leið.
Sko, meðan við erum með sko marga gjaldmiðla í landinu, við erum með sem sagt þessa verðtryggðu krónu sem er annað gjaldmiðl heldur en raunkrónan, að þá virka peningastefnan mjög illa. Vegna þess að fólk bara, eins og ég sagði á, það flýr bara í verðtryggðu krónuna og það sem það er að gera, það er bara einfaldlega að taka lán mánaðarlega fyrir verðbólgunni og bæta henni aftan við. Þannig að ef að sko peningastefnan á að virka, þá þurfum við bara einfaldlega að vera með sambærilegan gjaldmiðil fyrir alla þjóðina. Og þá er ég að tala bæði fyrirtækin sem að geta gert upp í erlendri mynt. Þetta eru stærstu fyrirtækin og þetta eru tæplega 40% af heildarveltunni í samfélaginu sem að gerir upp í erlendri mynt. Og síðan erum við með gengiskrónuna og svo erum við með föstukrónuna. Þannig að ef við ætlum að sko láta hagstjórnartæki virka hérna, þá þurfum við bara að vera á sama leikvelli. Og það er bara einhver gjaldmiðill sem að allir búa við. Ef að henda krónunni? Sko, það er nú hægara sagt en gert að henda krónunni vegna þess að ég held að það sé ákveðin útópía, en það er verið að skoða það. Það sé ákveðin útópía að við tökum upp gjaldmiðil einhverjar annarra þjóðar. Öðruvísi heldur en að við bindust þá meira því myntbandalagi sem við ætlum að binda okkur við. Og ég á eftir að sjá að það sé bara meirihluti fyrir því hjá þjóðinni. Þannig að ég held að við þurfum að byrja á því og hvort sem við tökum upp evru sem er hugmyndin, þá þurfum við að standast ákveðin ákvæði sem er bundið því að geta tekið upp evru sem að við höfum ekki geta staðist fram að þessu og það er til dæmis verðbólgan og það er kaupmátturinn og annað þess áttar sem að við þurfum að vera sko undir ákveðnum mörkum. Þannig að til að byrja með þá þurfum við einfaldlega bara að hugsa hvað getum við gert til þess að við séum með einn og sama gjaldmiðilinn. Já. Svo er það þessi verðtrygging sko sem áttinu heldur bara að vera tímabundið úrræði að við höfum náttúrulega deilt lengi það hvort einhver tíman muni einhver stjórnmála meirihluti á Alþingi og það verði sátt í samfélaginu það að við losum okkur undan verðtryggingunni. Er það önnur bara svona útópísk hugmynd eða hvernig væri það gerlegt? Það er gert með því að það er að ná betri tökum á ríkisfjármálum vegna þess að sko hagstjórnarmistök það er þetta leiðrétta þau alltaf bara daglega með genginu. Þannig að ef við næðum svona ákveðnari tökum á ríkisfjármálum þá myndum við hugsanlega geta gert það. Og sko við erum að vinna að því og ég sé að þessi ríkisstjórn til dæmis með því að taka upp þessa stöðuleika reglu að þá er náttúrulega verið að koma meiri aga á ríkisfjármálin. Þannig að það er hægt að gera það hugsanlega sko, en það tekur tíma. Já. Bankarnir þeir skila gríðarlega góðri afkomu. Hagur bankarna virðist bara felast í sumpart í óbreyttu ástandi. Þeir eru ekki að kalla fyrir vaxtalækkun. Við erum líka með fólk í greiningadeildum sem er að réttlæta og útskýra ákvarðanir Seðlabankans og sumir segja að það séu hagsmunir þeirra að einhvern sá ég kalla þessa aðila klappstýrur núna nýverið í fréttum. Er sko fjármálakerfið þeirra sem eiga ólíkt þeim sem skulda. Það er ansi vel sett í samanburði við hinhópinn. Já, þú sér það. Þú ert með sjálfvirka tilfærslu á peningum upp á 3,2% í raunvöxtum dagsdaglega. Og þetta er ekki smá tilflutningur sem er að verða á eignum, bara dagsdaglega.
ef þú skoða bara Evrulöndin, ef þú skoða Bretland, ef þú skoða reyndar Bandaríkin svolítið sér á parti en Evrulöndin og Bretland, að þá eru raunvextir bara mjög nálagt verðbólgunni. Nei, fyrir ekki, stýrivextir og raunvextir eru mjög nálægt hvor öðrum, þannig að raunvextir eru tiltölulega lágir, en þeir eru 3,2% í augnablikinu hérna. Sko finnst þér eins og mér að það vanti svona fleiri málsvara að sko eins og ef við pælum í umræðinu innan Alþingis að jú, það er verið að djöflast á kristrúnum með sleggjuna, þetta gangi ekkert núna og svona en sko deilir þeirri tilfinningu með mér að raddir hinna ráðandi sem eiga, þær eru svolítið ríkar í fjölmiðlunum á meðan svona raddir þeirra sem að ekki eiga og skulda, þær séu svolítið veikar. Já, ég held að það liggi alveg fyrir að raddir þeirra sem eiga að þeir hafa greiðari aðgang að stjórnmöldum og öllu hagkerfinu. Fjölmiðlum? Já, og fjölmiðlum, heldur en þeir sem að skulda. Já. Og það er meira tekið tillit til þeirra og þeirra eru með, sko, ég sé ekki að Seðlabanki sé að vinna beint að þeirra hagsmunum en þeirra hagsmunir eru enga síður vel varðir miðað við þessa stefnu sem að Seðlabankin er með í vöxtum en Seðlabankin nota bene, svo ég reyni nú að vera hérna sanngjarn gagnvart honum, að þá eru þeir náttúrulega með ákveðna skyldur á sér og það er sem sagt að halda verðbólgunni niðri og ef að þetta er eina stýritæki sem þeir geta beitt sem að ég tel að sé ekki að það er hægt að vera með fleiri stjórntæki til þess að stýra verðbólgunni og þá væri það stjórntæki sem að væri þá beint meira að rótum vandans heldur en sko stýrivextir eru. Stýrivextir eru svo altækir að það eru allir sem að sitja undir sama hatti þar. Svo líka til fólk sem segir að svona háttur raunvaxtastig það íti undir verðbólgu með því að til dæmis það sem vorum að ræða á þann lántökukostnaður, vextir í lánum, þeir séu svo háir að þú neyðist til þess að hækka verð á vöru ef við horfum þetta út frá sjónarhóli fyrirtækja eigenda. Já, það er alveg hægt að færa rök að því. Að það sé með þeim hætti og svo náttúrulega líka verður maður aðeins að skoða sko svona umhverfið í kringum fyrirtækjarekstur og annað þess áttar að því að ég var nú á ársfundi samtaka atvinnulífsins daginn sko og þar heyrði maður alveg tóninn að þeir vilja létta af álögum á fyrirtækjum og þá fer maður að velta fyrir sig sko hver á að reka þetta samfélag, á það bara að vera almenningur í landinu sem borgar skattana eða eiga ekki fyrirtækin að borga sinn hlut af því líka. Þannig að og þá líka hvernig sko fyrirtæki eru uppbyggð, eru fyrirtæki byggð þannig upp að þau séu alltaf með svo mikið af skuldum og hverjum skulda þeir og annað þess áttar. Mér finnst að við þurfum að taka svolítið umræðinu þetta sko, hvernig þessi peningamál eru almennt í þessu samfélagi og taka þau svolítið heildstæðara heldur við erum að gera sko. Já. Er þungt í ASÍ fólki sem er mjög skuldsett og horfir á lánin hækka frá degi til dags og hlutur þeirra raunhlutur þeirra í fasteign fyrir þá sem eiga fasteignir verður einhvern veginn minni og minni? Sko, það hefur verið þannig undanfarið að fasteignir hafa hækkað eins og ég sagði áðan, langt umfram verðlag. En það gagnast þér ekki fyrir þú selur og ef þú kaupir það eitthvað út? Já, ég veit alveg, en þú sér það enga síður höfuðstólinn hækka, sko, og þannig að fólk er ekki skrimt í umræðinu eins og það ætti í raunin að vera. En sko, þú þarft ekki að eiga fasteign til þess að vera í vandamálum út af háum vöxtum. Nei.
húsaleigan, hún alveg sama. Vöruverði, það alveg sama. Þetta flæðir yfir allt. Þannig að það þarf ekki bara fasteigna eigendur til þess að vera fórnarlömb hárra vaxta. Nei. Og svo líka þegar við vorum að ræða húsaleiguna áðan, það að koma daginn meðal hans samkvæmt rannsóknum vörðu sem þú vitnaði til að við erum bara með stærri leigumarkað heldur en fólk hefði áður átt sjá. Já, við erum það. Og það virðist vera leigumarkaður sem að ekkit endilega inn í kerfinu hjá okkur og það hlutur sem við eigum að gefa gaum og rannsaka, Já. Seðlabankinn með fleiri tæki heldur en ofurháa stýrivexti sem hann ekki að nýta, segja mér hagfræðingar og einhverjir sérfræðingar. En hvað hefði þú viljað sjálfur að hefði gerst í gær? Hefðir þú viljað lækkaða stýrivexti sem nemur 0,5% eða hvernig? Ég var svona aðeins að rýna í það sem að seðlabankastjóri sagði og það gefur mér nú reyndar smá von það að það sé í vændum einhverjar lækkanir. En Seðlabankin getur stýrt töluvert líka með hvernig signal hann að gefa út í samfélagi vegna þess að þessi væntingastjórnun, hún líka töluvert mikilvæg. Já. Og þá það ert að toga með eða ert að ýta á móti. Já. Og það væntingastjórnin, hún gengur svolítið út á það að allir séu að róa í sömu átt. Já. Þannig að Seðlabankin getur stýrt með því líka. Og síðan hann náttúrulega með stýritæki eins og til dæmis að þeir eru með þessa lána þrengingar, ef við getum sagt sem svo, fyrir þá sem að kaupa íbúðir og annars svoleiðis. Þannig geta þeir haldið náttúrulega að hluta til niðri verði á íbúðum nema það að íbúður hafa náttúrulega bara hækkað svo langt umfram kaupgetuna að verði heldur sér sjálft frá eiginlega kaupum og það ekkert nema fagfjárfesta sem að kaupa virðist vera núna. Það reyndar aðeins það að það séu sem sagt fyrstu kaupendur sem hafa rýmri lánþegaskilyrði heldur en aðrir sem eru að kaupa og þá eru þær væntanlega að kaupa með stuðningi þeirra sem að standa að þeim. Já. Og það óeðlilegt að ungt fólk í dag komist ekki út á íbúðamarkaðin öðru sem heldur en að það eigi einhverja stuðningsaðila sem geta hjálpað þeim. Já. Fólk náttúrulega geta komist á eigin velleikum út á markaðin og það eitthvað á milli kaupgetu og markaðsins í dag. Og manni finnst að skjóta mjög skökku við á sama tíma og við erum með þessa brjálæðislegu vexti þá að komast í gegnum greiðslumat. Það bara alveg gríðarlega þungt og það meðal annars vegna kröfu Seðlabankans. Já, en þá skulum við velta fyrir okkur hvort að það sé allslemt vegna þess að ef að það rýmkað þá ert þú svolítið að búa til skuldaklafa sem að kannski viðkomandi kemst ekki yfir. Þannig að við skulum allavega skoða það mjög vel áður en að lánþegaskilyrðum sé aflétt eða þau séu rýmkuð eitthvað. En þessi dæmi þar sem einstaklingur eða einstaklingar par sem býr saman að greiða miklu hærri fjárhæð á mánuði í leigu en það þyrfti að gera með því að eignast húsnæðið. Já, ég alveg sammála því að ef það hægt að koma því þannig fyrir að viðkomandi geti eða koma því þannig fyrir ef það hægt að sýna fram á það að hann sé að eyða ekki meiri uppæð í eigið húsnæði heldur en leigu en við erum náttúrulega miðað við það að þú eigir ekki að eyða meira heldur en 35% af tekjum þínum í húsnæði vegna þess að þegar og við vitum alveg að því að fólk sem að leigja það að eyða miklu hærri hluta og líka þeir sem eru nýbúin að kaupa húsnæði og ekki farnir að greiða niður skuldir. Já.
Svona rétt að lokum, Finnbjörn Hermannsson hjá ASÍ. Eigum að gefa okkur, ef ekkert breytist, að Seðlabankastjóri og Seðlabankinn ætli að lækka vexti næst? Ég ætla að vera svo bjartsýnn að segja það að þeir muni gera það og ég held að þeir eiga að vera með langtíma sín og stýrivextir, það tekur tíma fyrir þá að virka, hvort sem það til lækkunar eða hækkunar. Og við erum farin að sjá teikn á lofti, eins og ég sagði áðan, að hagkerfi er að kólna. Við sáum atvinnuleysi aukast núna í ágúst. Við vitum líka af því að hluti af því fólki sem að vinna hérna á Íslandi, að ef það missi vinna þá fer það eitthvað annað. Og af því að við erum með mjög kvikt vinnuafl erlendis frá. Þannig, og þetta fólk er að hluta til eitthvað af því farið, þannig að við erum kannski með meira, ef við segjum meira af uppsögnum heldur en að við gerum okkur grein fyrir. Ef að þetta heldur áfram, að þá verður erfiðara að keyra þetta tilbaka. Og þetta á Seðlabankinn eða peningastefnunefnd að rýna í, og ég er að gefa mér það að það sé það sem að Seðlabankastjóri átti við þegar hann sagði að það væri líklegt að það væri vaxtalækkanir í vændum. Þannig að þú fer ekki stríðið en í dag? Sko, það er allir að vinna sína og ég bara virði það hvaða ákvarðanir þeir taka hverju sinni, þó ég sé ósammála þeim, þá fer ég ekkert í stríð vegna þess að þeir eru með ákveðið hlutverk og maður verður bara að virða það. En ég hefði viljað sjá lækkun síðast og ég fer ekki til grafgötu með það, en Seðlabankinn var bara annarra skoðunar og maður verður þá bara að taka því. Já, ég er bara sjálfur persónulega miklar áhyggjur af trúverðuleika þessara stefnu. Því mér finnst þeir vera að berja höfðinu við steinin mánuð eftir mánuð, misseri eftir misseri, og mér finnst áhrifin af tækjunum sem þeir eru að beita ekki verða þau sem þeir halda alltaf að verði. Nei, ég er alveg sammála því og það er alveg það sama sem ég var að segja á þann, að við búum við það marga gjaldmiðla að þetta stýritæki hefur bara áhrif á svo lítinn hluta af samfélaginu. Þannig að annarkvort eigum við að koma okkur saman hvaða gjaldmiðil við ætlum að nota, hvort það sé íslensk króna og ef það er íslensk króna, og þá bara búa allir við þá íslensku krónu, þannig að stýritæki virki og við erum þá bara í sama mynt samfélagi, eða þá við förum að skoða hvort það er hægt að taka upp einhverja aðra mynt og það er verið að skoða það og við höfum eftir að sjá hvað kemur út af því. Sjáum hvað hagfræðingurinn Kristrún Frostadóttir kemur með upp úr framtíðarbókanum. Já, það er nefnd á vegu ríkisstjórnarinnar sem eru semst að skoða þetta. Og síðan náttúrulega megum við ekki gleyma því að ríkisstjórnin er búin að taka ákvörðun það að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að við höldum viðræðum áfram við Evrópusambandið. Og það gefur okkur möguleika á því að innan einhverja 10 ára að þá getum við tekið upp evruna ef að þjóðin ákveður að fara inn í Evrópusambandið. Og við höfum eftir að fara í gegnum 2 þjóðaratkvæðagreiðslur með það mál. Og mikla viðræður. Ég hitti oft fólk sem segir mér að það vildi frekar að hafa evrópskan seðlabanka heldur en íslenska. Já, það getur verið en við búum við þetta og það er raunveruleikinn okkar. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með rauða borðið hér eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þá er komið að heimsmálunum og ég ætla að slá á þráðinn til Bangkok, þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, er staddur. Vertu velkomin, Hilmar. Sælvertu, sæl. Herðu, við verðum að byrja í Gaza, þar sem að er einhvers samkomulag. Ég veit ekki hvort það sé byggt á öllum þessum punktum sem að Trump lagði til. Það er talað eins og það sé fyrst og fremst samkomulag að sleppa gíslunum í gegn því að Ísraelsmenn hörfi að einhver leyti af Gaza. Heldurðu að þetta sé fyrsta skrefið í átt að friði, eða er þetta samkomulag bara til þess að reyna að stoppa morðin allavega í nokkra vikur svo að einhver hjálpargögn geti borist inn á Gaza? Það er merkilegu dagur á morgun, því þá verður ekki þennan morgun og þá verður tilkynnt hver fær friðarverðlaun Nóbels, en það er nú annað mál. En allavega, þetta er eins og þú segir, þetta er fyrsti fasi, þetta er fyrsta skrefið, og þá talaðum að sleppa gíslunum, ísraelsku gíslunum. Það er talað að sleppa palestínskum föngum. Mér skilst það því líka í þessu neyðaraðstoð, aðstoð við palestínumenn fá að fara inn á svæðið, og Ísrael er að draga því tilbaka einhverju leyti að einhverju línu, en þetta er ekkert næstu því allt sem var inn í þessu 20 punkta samkomulagi. Eins og þetta vil líka verið sagt, þetta er fyrsta umferð, þetta er fyrsti fasin í þessu þetta er náttúrulega bara vopnahlé í sjálfu sér. Þetta er vopnahlé samningur. Þetta er vopnahlé samningur frekar en friðarsamningar. Ekki friðarsamningur í heild. Og það er til dæmis alveg óljóst að sem Netanyahu hafi lagt mikla áherslu á að Hamas verði algjörlega afvopnað. Ég sá ekki að það væri inn í þessu. Það er ekki ljóst hvenær Ísraelar eiga alveg að vera farnir frá Gazasvæðinu, ef þau fara alveg. Það er ekki ljóst hvernig varðandi að Gaza að Palestína verði sjálfsagt ríki, eins og mörg lönd eru búin að vera að lýsa yfir. Það er ekki inn í þessu. Bara talað einhvers konar board of peace eða hvað þetta var kallað, sem á að stjórna svo sem að Trump væri, og svo Tony Blair, sem ég sluti sérstaklega þess að Tony Blair er nú einn af þekktur fyrir að hafa tekið þátt í ólöglegri innrás í Írak 2003, en hann er þarna. Þannig að það er margt sem vantar í þetta, en mér finnst bara það að gíslunum skuli vera sleppt, og að það koma aðstoð inn á Gazasvæðið, einhverju fangaskipti eða föngu sleppt, og það verði árásum á Gazasvæðið verði hætt. Það er ákveðið skref, en það er mikil óvissa framöndan. Þetta er ekkert heilt að samkomulag, eins og þú veist. Þetta er mjög raunverulega lík staða og var í upphafi árs, það sem að Biden-stjórnin gerði að sumu leyti að því sagt var fyrir tilstuðlan Trump sem var að fara að taka við, að þá var gert vopnahlé, og það var bjartsýni sem að fylgdi því líka, en síðan hófu Ísraelsmenn aftur árásir og kendu náttúrulega Hamas-liðum að hafa ekki haldið samkomulagið. Já, það er alls konar hluti sem getur gerst á leiðinni. Það er að framkvæma þetta samkomulag. Það er eitthvað sem við vitum ekki hvernig mun ganga, en ég held að það sé betra að fá þetta samkomulag heldur en að fá ekki neitt. Alveg klárlega, bara að morðunum linni einhver tíma, það er ávinningur. Já, og Araparíkin er að styðja þetta jákvæð. Löndin sem koma að þessu voru Katar, og sérstaklega Katar, Egyptaland og Tyrkland, og svo náttúrulega Bandaríkin eru í forystu þarna, og Netanyahu virðist tala vel þetta í bili. Ég heyrði ekki betur en að fjármálaráðherra í Ísraeli sá einhverjum fréttum að hann hefur ekki lindur þessu. Hann er bara að gera atkvæða á móti þessu í ríkisstjórninni. Já, hann er alltaf að gera atkvæða á móti þessu, þannig að þetta er ekki komið í gegn ennþá, eða hvernig það er. Allavega þetta er ekki, hann reyndar er svona mjög langt, svona öggamaður margra mati, en allavega sem reyndar ríkisstjórnin er sjálf í heild. En allavega þetta er allavega skrifir í þetta átt, en það eru bara mjög
mál ófrágengin og það, maður velti fyrir sig þessum það krafunum að Hamas kom ekki formlega að stjórn Gaza-svæðisins, hvað kemur í staðinn, hvernig verður það og það er líka að afvopna alveg. Ef við til dæmis nefnum þessu Úkraínustríði þá held ég að Rússar sé ekki að gera kröfu það að Úkraína afvopnist alveg. Það er bara að tala hún muni hafa defensive capability, svo kann geti varið sig en ekki offensive capability, ekki haft getur til að vera með árásir, sérstaklega hjá Rússland. En það er þetta óvinnilegt ef að stofna sjálfstætt ríki, Palestínu, ef að þeir hafa engin vopn til að verja sig og ef að þeir sleppa öllum gíslunum, ég heyrði ekki og þú kannski veist það betur en ég, hvort það hafi verið talað um það að Hamas myndi núna algjörlega afvopnast, ég held ekki og öll göngin verið eyðilögð sem að þeir hafa geta leita skjóls í, við skilst það sé upp á eyðileggi kannski helminginn af göngunum sem þarna voru. Ef þeir þurfa að láta þau að eyðileggja þau og öll vopna hendi, þá er þeir algjörlega varnarlausir. Auðvitað myndi maður vilja að þeir gætu verið vopnlausir og treysti að næstu fasar af samkomulaginu verði það átt að það náist varanlegur friður, en það er engin trygging fyrir því og þá eru þeir algjörlega varnarlausir. En það virðist vera að Netanyahu hafi fattist á það að því er sleppt í bíli allavega. Hann var til að taka þetta skref núna án þess að það væri farið inn í þetta atriði að algjörlega afvopnun sem að ég get ekki ímynda mér að verði algjörlega samþykkt. Það getur vel verið að það verði sagt að Hamas verði að afhenda öll vopn en að öll vopn Palestínumanna sjálfra til þess að afhenda það verði allt látið að hendi. Ég skil það ekki. Og svo líka með þetta Palestinian Authority sem er á Vesturbakkanum, hvernig á þetta ganga upp og hvernig á að stjórna þessu. Ég veit það ekki, þetta er margt óljóst í þessu, allavega ég er sammálaður í því að það að drápin stöðvist og fólki fá einhverja aðstoð og að það sé farið eitthvað ferligang sem að hugsanlega gangi upp þó að við vitum ekki hversu líkurnar eru háar, ég held að það sé til bóta. Já, besti söguþráðurinn gæti verið það að þarna þessi fyrsti áfangi sem er vopnahlé, gíslunum sleppt, palestískum föngum sleppt, Ísraels her hörfi þannig að hluti af Gazasvæðinu verið öruggur, þar komist inn matur og hjálpargögn og sé hægt að sinna þeim sem að þar eru hrjáðir, svangir og hraktir. Það og í kjölfarið að þá verði haldið áfram með viðræður og ákafi Bandaríkjastjórnar og Trump til þess að þetta leiði til friðar verði það mikill að Ísraelsmenn telji sig ekki geta hafið árásirnar að nýju. Þetta er kannski svona besti fasin sem að maður getur séð fyrir sér á næstu vikum og mánuðum. Já, það er eina landið sem að getur haft áhrif á Ísrael er Bandaríkin. Og það að Trump skuli vera, og hann er örugglega þreyttur á því að vera með svona mörg vandamál á borðinu hjá sér, þar með þetta í Miðausturlöndum, að losna við þetta borðinu hjá sér og ég held að hann leggir töluvert mikla áherslu á þetta eins og þá er Ísraelar hafa sumir tala bara um að Ísrael stjórni Bandaríkjunum að þessu leyti, en allavega Bandaríkin geta haft áhrif og án vopna Bandaríkjunum gæti Ísrael ekki haldið þessu áfram, en ég held að það sé rétt að Trump vil í losna við þetta mál, hann vil ekki vera með þetta mál og það gengur hvorki að rekur að leysa Úkraínumáli, hann vil örugglega fækka vandamálum, en hann mun örugglega setja þrýsting eins og hann getur á að þessu ljúki. En hvað Netanyahu gerir, ég veit það ekki hvort að, og hvernig gengur að framkvæma þetta smátt og smátt að herinn drægist tilbaka og það gangi allt fyrir sig svona þokkalega snurðulaust. Maður á eftir að sjá það gerast, en þetta er besta vonin að því leyti að eina landi sem hefur einhver áhrif á Ísrael er núna að vinna á fullu í málinu og þetta er komið á einhver dregspöl og þá er bara að vona að það haldi áfram. Já, en Trump hefur nóg að gera. Þessar fréttir komu inn á fund sem hann hélt í Hvíta húsinu þar sem hann var að lýsa því yfir að Antifa sem eru óskipulög svona andspyrnu samtök eða ekki samtök í Bandaríkjunum væru hryðjuverkasamtök
kom eins og fram á fundunum að það stakk ykkur upp á því að verður þetta ekki lýst sem alþjóðlegum hryðjuverkasamtökum og honum fannst það góð hugmynd og eiginlega skiptu ákvað það á fundunum að gera það líka. En þá kom utanríkisráðherrann til lands með þessar fréttir að það væri komið einhver svona samkomulag, einhverju verið að skrifa undir í Kaíró. En þá sagði hann, og það kann að vera litað því sem að þú nefndir hérna áðan, að það verður tilkynnt á morgun hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels. Þá sagði hann að hann væri líka að vinna að því að ná friði í Úkraínu sem svolítið annar tónn heldur en hann hefur verið með að undanförnu, þar sem hann virtist vera hann væri eiginlega búinn að gefast upp á Úkraínu, en hann nefndi það á þessum fundi að hann væri það verið að þokast nær friði þar líka. Ég veit ekki hvort að setja að taka marka á þessu, þess vegna nefni ég þetta svona að það getur verið að menn tala öðruvísi í aðdraganda þess að friðarverðlauninu séu veitt eða eftir að búið er að veita einhverjum öðrum þau. Já, hann hefur talað hann hefur leyst mörg stríð í heiminu, þar á meðal hérna milli það sem ég nú í Bangkok, milli Thailands og Kambódíu og víða í heiminum hefur hann talað milli átaka milli Pakistan og Indland. Hann vill líta út sem svona friðarforseti og það alveg ljóst að Trump ekki maður sem að bregst við vandamálum í fyrsta leik með því að grípa byssuna. Hann vill, þetta fasteignasali, maður sem hefur stundað viðskipti og hann vill semja, hann vill ná góðum samningum sem koma vel út fyrir hann sjálfan og vonandi líka fyrir Bandaríkin og vonandi fyrir heiminn líka. En hann vill ná samkomulagi, en ég sé ekki varðandi Úkraínu að það sé neitt í áttina þar. Það búið að vera ansi skrítið. Það var þessi Alaska-fundur sem að tók gríðarlega vel á móti Pútín og virtist halda að það væri hægt að Pútín myndi bara vegna góðvildar og velvildar við hann og vináttu hans að þá er þetta að leysa þetta þannig og það var ekki og þá fór hann að tala sína pyrring gagnvart Pútín að hann væri mjög óánægður með hvað hann væri að gera. Svo ákvað hann þegar hann sá að það var ekki hægt að semja frið og fann enga lausnir því að Evrópa og sérstaklega Úkraína er ekki tilbúin í málamiðlanir sem að sumu leyti skiljanlegt að vil ekki fallast á það sem að Rússar að biðja það. Þá gekk það ekki og þá sagði hann bara að Evrópusambandið gæti unnið Rússland eða með aðstoð Evrópusambandið gæti Úkraína bara unnið stríðið eða svo alltaf náð öllu sínu landi tilbaka og jafnvel tekið hluta Rússlandi líka. Þannig að þetta er náttúrulega yfir allt svæðið sko. En ef hann hefur sagt að Úkraínustríðið að vera komið einhver lausn á því, þá átta ég mig ekki alveg á því hvað sú lausn á að koma. Ég held að hafi ekkert gerst í því máli sem að getur leitt til lausnar að Evrópa sé farin að svara kröfum Pútins lið fyrir lið og tala nú ekki Úkraína og að benda á einhverjar hugsanlegar málamiðlanir. Ég hef ekkert séð, hvort að þú séð, ég hef ekkert séð það þannig að það sé eitthvað nálægt í að koma samkomulag Úkraínu sé alveg fjarri lagi. Já, þetta passar ekki við, það er fréttir sem að fær frá Evrópu þar sem að andinn og tónnin virðist vera fremur í þá átt að menn eru eiginlega að undirbúa sig og sumir hafa sagt að Evrópa sé í stríði við Rússland, að NATO sé í stríði við Rússland á meðan að aðrir eru spurðir að því og segir við erum að það er allavega ekki friður, eitthvað slíkt. Það sem að mér finnst vera að menn séu raunverulega að byggja sig undir það að geta horfst í augu við það að raunverulega sé NATO í beinu stríði við Rússland. Já, sko allavega það vantar ekki um eitt skref upp á það. Og allar þessar vopnasendingar og það stríðið skulle bara standa yfir á 4. ár án þess að sjá fyrir endan á því. Mér skilst að staða Úkraínu sé mjög slæm. Það er búið að varpa kostnaðinum á stríðið yfir á Evrópu. Þannig að Trump segir ég skal láta ykkur hafa vopni þau bara borgið fyrir þetta sjálf fyrir mig er þetta bara business og svo sagði hann á frægum fundi nýlega með herfræðingi með aðalvandamálið eitthvað á það leið aðalvandamálið fyrir Bandaríkin í dag væri að geta ekki framleitt nógu mikið af vopnum og þetta væri orðin mikil viðskipti og svo náttúrulega erum við að heyra líka bara svo að það er vandamál í Evrópu, þú sér bara ástandi í Bretlandi og svo núna í Frakklandi, er ekki 50 forsætisráðherra hann á 2 árum sem var að segja af sig. Hann sat í 14 klukkutíma þessi, 14 klukkutíma.
Já, þannig að þú sér bara að sko, Macron búinn að vera að eyða miklum tíma í Úkraínumálið og Starmer ekkert í góðri stöðu í Bretlandi en satt í ykkur klukkutíma 50 forsætisráðherrann á tæplega 2 árum. Ég má skjóta inn að þá sá ég að það var svona skrifum þetta í Berlínske í Danmörku þar sem að þeir voru að kvarta yfir því að Mette væri það var eiginlega orðað svolítið með öfugum hætti. Það var allt í steik í ríkisstjórnin, hún væri svona lifandi dauð, hún væri ekki til neitt að verka innanlands og þess vegna væri hún svona upptekinn af því að vera að tala stríð í Evrópu. Hún var eiginlega að flýja þangað vegna þess að hún gæti ekki horfst í augu við svona eiginlega hægt andlát sinnar eigin ríkisstjórnar. Ég fylgist ekki svo vel með innanríkismálum í Danmörku. Danir náttúrulega hafa verið hollustu bandamenn Bandaríkjanna innan NATO og ESB. Þeir hafa verið algjörlega fyllt Bandaríkjunum og í einu og öllu og talaði mjög herskáan tón sem hefur gengið fyrir Washington, reyndi að lenda þessu í vandræðum þegar Bandaríkin fara að taka inn Grænland og svo framvegis og alls konar mótsagnir kom upp og þeir eru að leyfa Bandaríkjunum meiri aðganga herstöðum í Danmörku á sama tíma og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna neitar því ekki að það séu til plön hvernig að taka Grænland að Danmörku með valdi sem mjög sérstakt en það í Bandaríkjaþingi en það er líka alveg þekkt að þegar að þjóðir eru í einhvers konar átökum, beinum og óbeinum átökum og Danmörk náttúrulega NATO-ríki og við Eystrasaltið og nálað við Rússland og það er mikið spenna á milli þarna að þjóðir fylkist sér á bak við leiðtoga eins og hana það er inn í myndinni en innanríkismál margra þessara landa ég ekkert að segja að innanríkismál Rússlands sé ykkur ægilega góðu lagi, ég hef ekki bara að taka það fram, ég segja það er alls konar vandamál það líka en það mjög alvarleg vandamál innan NATO en þessi ríki telja sig raunverulega verða að dansa með því að þú sér það á sama tíma og það er svona lítill hagvöxtur og svona slæm staða ríkisfjármála að þá eru löndin að samþykkja svona gríðarleg útgjöld til varnarmála á næstu 10 árum sem við vitum að gengur ekki. Frakkland með sem ræður ekkert og Frakkar reynd bara að segja að þeir ætla ekki að fara að kaupa bandarísk vopn og gera það sem Bandaríkjamenn að tala að gera en þau samþykja þetta þó þau vitið það fyrirfram að þetta sé ekki að fara að ganga upp og þannig að mér finnst þetta að vera skuggalegt og þessi lönd líka, ef við tökum stærstu ríkin þá eru þau öll á mjög slæmum stað þau eru öll á mjög slæmum stað varðandi efnahagsmál, ef þú lendir í kreppu einhvers konar áfalli, hvar ertu varðandi ríkisfjármálin, hvar ertu í opinberri skuldastöðu og þau eru öll á slæmum stað. Þýskaland að þessu stærstu kannski skást en samt engin hagvöxtur þar, voru sennilega ekki þessu ári og ekki 2-3 ár þar á undan og mér finnst Evrópa líka bara forystulaus, leiðtogar sem voru áður fyrir eins og Helmut Kohl eða Willy Brandt eða Helmut Schmidt eða Charles de Gaulle, svoleiðis við höfum eitthvað svoleiðis leiðtogar lengur, mér finnst einhvern veginn ekki vera neini leiðtogar. Mér finnst forsætisráðherra Bretlands ekki vera neitt leiðtogi þegar þessu hugmyndum að stofna coalition of the willing finnst mér andvara fætt og Macron með í mjög slæmri stöðu og svo Þýskaland getur ekki veitt neina forystu. Þetta allt frekar dapurlegt í þessu en þetta fólk hefur það allt sameiginlegt, það vill ekki, það telur ekki að samningar séu mögulegir við Rússland og ég skil ekki alveg því að það alveg ljóst, ég engin, þó að ekkur haldur að ég sé ykkur ægilega mikill vinur Rússlands, þá það bara staðreind að Rússland verður alltaf þessi 1000 ári og alltaf mörg hundruð ári eins og ríki, það verður alltaf áfram og Evrópa verður einhvern veginn, það verður tekur langa tíma að ná einhverjum samskiptum með Rússland eins og þau voru fyrir allavega svo stóri innrás sem hófst í febrúar 2022, það tekur langan tíma en Evrópa þarf þá samt á einhverju tímapunkti að finna leið til að geta lifa með Rússlandi en það virðist ekki vera það eins og einhver haldi að það sé hægt að láta Rússland bara hverfa. Ég meina það mun eitthvað gerast annað hvort að efnahagslífið hrynji eða
að tapi á vígvellinum og vandamál einhver leysist einhvern veginn þannig eða að verið brotið upp í einhverja smáar einingar. Ég veit ekki hvernig þeir sjá fyrir sér endatablið þessi leiðtogar, ég skil það ekki. Já, þú nefndir sterka leiðtoga í Evrópu og líklega síðasti stjórnmálamadurinn sem að var talinn að vera í þeirri stöðu var Angela Merkel. Hún gerði allt vitlaust í vikunni. Síðustu helgi þá fór hún í svona podcastviðtal í Ungverjalandi þar sem hún sagði að það hefði verið hægt áður en að kom til innrásar Rússa í Úkraínu að mynda einhvers konar afstöðu Evrópu gagnvart Rússlandi sem að hefði verið að vinna með og að koma í veg fyrir innrásina, en það hefði ekki tekist vegna andstöðu Eystrasaltslandanna og Póllands fyrst og fremst og það hafi leitt til þess að Evrópa gat ekki með diplomatískum leiðum unnið í vaxandi spennu á milli Evrópu og Rússlands til þess að koma í veg fyrir stríðið. Það var allt vitlaust eftir þetta og hún skömmu mikið og margir sem að stíga fram og að segja það að Angela Merkel hafi aldrei verið þessi öflugi leiðtogi Evrópu sem að tala var á sínum tíma, heldur þvert á móti. Hún hefði verið til óþurftar og enn frekar það sem hún verið að segja í dag. Já, það má deila þetta, en ég held að í Asíu hún kallið pragmatist, Hún var í svona hún skilur, málið það, þegar að var að tala að Úkraína fer í NATO 2008, í apríl í Búkarest 2008, þá var hún á móti þessu. Sama sagði forseti Frakklands, hann var líka á móti þessu. Og þau sáu fyrir sér, og ég held að af öllum öðrum, þá hafi Angela Merkel þekkt Putin mest persónlega og hún mat þetta svona. Og svo náttúrulega fer Úkraína ekki í NATO og síðan eru 17 ára og Úkraína ekki í NATO og nú tröfla sig að það ekki í NATO. Þannig að þetta er náttúrulega algjör farsi. En það sem að mér finnst það að verið mistök, ég fyrsta lagi, Putin var á þessu fundi í Búkarest 2008 og talaði algjörlega á móti þessu Úkraínu, þetta verið hættulegt. Og þetta var í apríl 2008, í ágúst 2008 verða átök í Georgíu. Og NATO breytir ekkert skoðun að Georgía átti að fara í NATO með Úkraínu. 4 mánuðir seinna verða átök í Georgíu. Síðan Krímskaginn tekin í mars-febrúar eitthvað 2014, síðan verður allsherjar innrás. Merkel taldi að þetta myndi sjóða upp. Þarna Rússland orðið mun sterkara hernaðarlega heldur en það var þegar Eystrasaltsríkin fóru inn. Eða Pólland. Pólland fór inn í NATO 1999 og Eystrasaltsríkin fóru 2004. En það sem var náttúrulega slæmt með Úkraínu og sýndi fyrst míniriti svona dómgreinda leysi að tala Úkraínu farin í NATO, það var ekki samstaða innan NATO. Rússland getur ekki stöðvað það að einhvern ríki farin í NATO, það getur það ekki. Svo Rússland var ekki trefið að því að Finnland farin í NATO eða Svíþjóð, vildu það ekki. Þó að Finnland og Svíþjóð sé ekki mikilvæg fyrir Rússland eins og Úkraína sem skiptir mjög miklu máli út á Svartahafinu og svo framvegis, út á Krímskaganum og svo framvegis. En allavega Rússland getur ekki stöðvað innan NATO-aðild. Þessi stöðvuðu NATO-aðild Úkraínu voru NATO sjálft. Þannig ef það einhverjum að kenna Úkraína var ekki aðild að NATO, þá það NATO-ríkinu sjálfum að kenna. Og það var ekki bara Angela Merkel. Þannig að NATO-ríki sjálf sem að stöðvuðu NATO-aðild Úkraínu og mitt mati það, ef það átti að hleypa Úkraínu, tala að álykta eins og var gert, þú getur bara að lesa fundargerðina, hún á netinu, það talað will become member of NATO, sem því það bara verði aðild að NATO, mjög ákveðið orðalag, það ekkert verið að skafa því, þetta eitthvað sem á að fara að gerast, þá hefði átt að hleypa Úkraínu inn bara nokkru mánuði seinna. En að láta landi bíða í 17 ár, náttúrulega alveg út í hött. Og þannig að það var ekki, það vandamáli. Vandamáli, Rússar náttúrulega voru á móti þessu. Rússar voru alltaf á móti stækkun NATO. Þeir voru með stækkun NATO 99, 2004 og allar aðra stækkanir, síðustu stækkanir með 2003, það finna fara inn 2004, þeir svíja fara inn, alltaf á móti þessu. En þeir gátu aldrei og get ekki stoppað það. Úkraína hefði getað farið inn í NATO bara nokkrum mánuðum seinna. En þeir biðu
síðan verður innrásin verða átök í Georgíu í ágúst 2008 og þá kemur sennilega hika á NATO. Að það verður styrjöld eða átök í Georgíu og síðan Krímskaginn tekin, þá kemur hika og svo framvegis og síðan kemur innrásin í febrúar 2002 og núna er ekki verið að tala stækkun NATO lengur. En þetta var ákvörðun sem var tekin og varandi það sem hún nefndir áðan Eystrasaltsríkin að þá hafa þau viljað, þau treysta ekki Evrópu í varnarmálum, hafa aldrei gert. Þau hafa bara slæma sögu og ég skil alveg hvað að hafa ofboðslega mikla vantrú og skömm á Rússlandi sem við leiti bara miðað við þeirra sögu og saman með Pólland. Póllandi var þjóðir að skiptu, eins og þú veist, Rússar þjóðir að skiptu Pólland á milli sín í seinni heimsstyrjöldinni. Og svo Pólland var leppríki eða satellite state á meðan að Eystrasaltsríkin eru bara sýslur eða héru í Sovétríkjunum og ég skil vel þetta en að þau líta einhvern veginn þannig á ég hef verið að kenna ég kom fyrst til Eystrasaltsríkjunum 1995 fyrir 30 ára síðan þá aðstofum var utanríkisráðherra og var síðan að vinna fyrir Alþjóðabankann þar í 3 ár og búin að kenna þar í 20 ár núna að þau telja ekki að sé hægt að sigra að það sé ekki að semja við Rússland skapaðan hlut og þú verður bara að beita valdi það er bara að beita valdi og þau geta náttúrulega sjálfsögðu ekki beitt valdi og þá er NATO að hugsa þannig ok, NATO getur lamað Rússland hernaðarlega og Evrópusambandið efnahagslega og þau einhvern veginn trúa þessu og þegar ég var að tala við fólk um Bandaríkin og að því við Íslendingar höfum góðar samstarf í Bandaríkina en Bandaríkin eru fyrst og fremst sem sitt eigin mál og að eigin þjóðaröryggi að það get ekki treyst Bandaríkjunum blindandi. Þú heldur töldu það að til dæmis að margir vilja tala það að NATO eða Bandaríkin hefði tæknilega yfirburði og gætu í hefðbundnu stríði unnið Rússland. Við erum að sjá að það er ekki að ganga. Úkrænumennir sem voru hafa verið að berja eftir Rússlandi hér yfir 4 ár eru mjög góðir hermenn. Þeir eru ekkert lakari heldur en bandarískir hermenn eða aðrir evrópskir hermenn. Þeir eru góðir hermenn og þeir hafa fengið mjög mikið af vopnum, 100 milljarða bandarískara í vopnum og þeir eru ekki tekist. Þannig að það er ekkert auðvelt, það er engin tæknilegri yfirburð eða eitthvað sem veldur því að sýta að vinna Rússland á vígvöllum. Varandi að svo treysta Íslandsríkin á það að NATO muni alltaf verja þessi lönd hvernig sem er. Bandaríkin hugsa bara sína eigin þjóðaröryggishagsmuni og varandi tryggingu NATO þá hefur Trump ekkert voðalega mikið álitið NATO og skuldbindingu NATO hvað Evrópu. Þannig að það er ákveðin óvissa, þú verður að fara varlega. Hér á Íslandi þurfum við líka að fara varlega með Trump í forsetaembættinu. Þó við séum með tryggingu frá NATO þá er það mikil óvissa að við eigum að forðast öllu að vera í átökum við einhver lönd og jafnvel alls ekki að fara í það að kaupa vopn gegn rússneska hernum eins og staðan í dag. Það er algjörlega fáránlegt en við hefum gert það. Þannig að þetta Bandaríkin eru bara eins og önnur stórveldi. Þeir hugsa sína hagsmuni fyrst og fremst. Svo það líka þessi oftrú á viðskiptaþvingunum að Evrópusambandið geti knésið og Bandaríkin knésið eftir Rússland í varðandi viðskiptaþvinganir. Þú getur miklu gert það í einpóla heimi þar sem að Bandaríkin eru algjörlega ráðandi sem heimsveldi og síðan hafa þeir Evrópusambandið með sér. En þú ert komin í fjölpóla heim þá þýðir þetta ekki neitt. Þá ert með Kínverjarnir sem er í samkeppni við Bandaríkin vilja síðast að öllu sjá Rússa fara á knén og þeir bara setja líflínu á þá og öll Asíuríkin eiginlega öll og ég er núna, ég veit það sjálfur, ég er að tala við fólk alla daga, þau eru ekki með neina slíkar þvinganir á Rússa, þannig að það er bara allt galopið. Þetta er allt saman voðalega óraunsætt. En þú nefndir Eystrasaltsríkin og það sem Merkel sagði, Merkel hefur greinilega viljað semja. Þá segja bara menn í Eystrasaltsríkjunum, þú semur ekkert við Adolf Hitler. Og ef þú ert búin að setja Putin í sem einhvern konar Hitler, þá ertu búin að taka samninga út af borðinu, það ekki? Þú ferð ekkert að semja við Hitler. Þannig hefur staðan náttúrulega verið í 3 ár í Evrópu. Evrópuleiðtogarnir vilja ekki semja við Rússland. Nei. Og Macron hafi einu sinni hitt Putin eða ekki? Var ekki Macron hitt hann einu sinni einhvers staðar
Annars hefur bara engin ég held verið ekki að gerð til kanslari þess að Þýskalands, búa Olaf til Scholz, einhver samtal við hafi Rússa. líka hitt hann. Ha. Já. Ég held að Olaf Scholz og líka Macron hafi hitt Putin og það var hann einna frægastur þessi fundur. Ég held að það hafi verið hvað voru margir metrar á milli þeirra, eitthvað ægilega stórt borð og milli þeirra og já, þeir hafa hitt hann. Það er allavega, það var áður en að styrjöldin hófst, það var áður en að innrásin í febrúar 2022 hófst, eða ekki. Þannig að þeir hafa að tala við hann og auðvitað hafa allir þess að tala við Putin bara eftir að styrjöldin eftir innrásin febrúar 2022 þá hefur þetta fallið niður. En sko, Angela Merkel hefur viljað semja og eitt af það sem Þjóðverjar voru að gera, þeir voru með Nord Stream 2 leiðina og þeir voru að auka viðskipti sín við Rússland og ég veit að Donald Trump var opáslega mikið á móti þessu. Þegar að Biden tekur við eftir fyrra kjörtímabil Trump þá ákvað hann að samþykkja Nord Stream 2 leiðina með Þýskalands og Rússlands af því hún var eiginlega tilbúin. Það var áður en að Rússland gerði seinni innrásina 2022. Þá hefur Merkel verið að hugsa að stunda viðskipti við Rússland þannig að þetta löndin eru háð hvert öðru. Þess að Rússland er að selja gas til Þýskalands og Þýskaland græður á því að kaupa hagstætt gas sem innríki styrki sína samkeppnisstöðu gagnvart Kína og í Asíu og bara öllum heiminum og Rússarnir eru að fá gjaldeyri sem þeim vantar og þeir eru að fá góð verð, sennilega töluvert betri verð heldur en þeir fá í dag frá Asíu af því að Evrópa er vík álfa. Þannig að hún hefur kannski verið að hugsa svo við erum að gera eftir svipað sem evruna. Frakkland og Þýskaland voru alltaf að berjast þær heimsstyrjaldin. Ef þeir eru með sama gjaldmiðilinn þá myndu sjálfur þeir myndu drepa það drepast báðir ef þeir eyðileggja gjaldmiðilinn, sameiginlega gjaldmiðil. Og það hefur kannski kallað independence-stöður í þess að löndin verða háð hvert öðru. Þetta er eitt af því sem að Vesturlönd hafa verið að reyna að gera. Gera hvort háð hvert öðru, hluta sömu stofnunum, útbyrjaða lýðræði. En þessi var mjög illa tekið í Bandaríkjunum og líka í Evrópu og Eystrasaltsríkin var mjög illa við þetta. En þau trúa því að það sé hægt að knésetja Rússlands annarkvort hernaðarlega með hefðbundnum vopnum eða efnahagslega og svo trúa þau líka því að undir engum kringumstæðum muni Rússland nokkurn tíma að setja til hugar náttúrulega kjarnorku. Sama þó að það væri að hrynja efnahagslega og brotna upp í einingar eins og Kaja Kallas, utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins hefur talað að vera æskilegt að myndi gerast að Rússland myndi brotna upp í smáar einingar. Hún hefur víst ekki talað það hvar hún haldi að vopn Rússlands, kjarnorkuvopn, 6.000 stykki, myndi lenda ef það gerist. Þannig að maður hefur ekki séð það. Mér finnst þetta allt vera voðalega skrítið en þessi lönd þau vilja ekki semja við Rússland, það sé ekki hægt. En ég bara sé ekki fyrir mér, ef þú ert með 145 milljónir, hversu mikið sem þú hatar þetta land, ef þú ert með þetta uppæðir, alveg uppbyggð og það var berjast við það á 4. ár og stríðið er að tapast en ekki að vinnast, hvað ætlar að gera? Og það er alveg, ef Rússland á að hrynja efnahagslega, hvað er að hrynja efnahagslega núna? Það er Frakkland sem er að hrynja efnahagslega núna, er í miklu vandræðum. Rússland hefur alls konar vandamál, en ég sé engin slík merki. En Angela Merkel hefur verið að reyna að finna einhvern svona flöt til að lifa með Rússlandi. Auðvitað það hugmynd sem er mjög erfitt að selja í Evrópu, sérstaklega í dag. Það er mjög erfitt að selja það og það er bara ekki hægt. En ég meina, hver er útleið? Hvernig ætlum við að losna við Rússland að landakortinu? Þú færir ekki Eystrasaltsríkin frá Rússlandi, þau eru þarna og Rússland er þarna líka og verður þarna næstu 1000 árin. Og það er þessi langtíma stefna sem vantar í Evrópu. Hvernig sjá kanslari Þýskalands, þetta stóra iðnríki og forseti Frakklands sem er bara með neyðarástand í sínu landi og það er náttúrulega mjög mikilvægt land, það er annað stærsta hagkerfi Evrópusambandsins. Ítalía er í slæmum stöðum og Bretland er ekki í NATO. Hvernig sjá þessir aðra fyrir sér langtíma samskipti við Rússland? Ég veit það ekki og ég held samt viðurkenna aðila að það þurfi að semja frið. En samt má ekki semja neitt og það eru bara gerðar ítrustu kröfur á báða bóa og það heldur áfram. Ef það eru ítrustu kröfur á báða bóa og svo segir Trump í Hvíta húsinu, þú varst að segja það á þannig að það væri bara stutt í samkomulag, ég sé hvernig það gangi upp.
Ein leið til þess að horfa á Úkraínustríðið að horfa á þetta í svona kannski lengri sögu og ólíkum hagsmunum. Þú bent á að Eystrasaltslöndin og ég held að það sami eigi við Pólland og mörg lönd í austri að þau horfa á vernd Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi sem þeirra svona sögulega stendur þeim mest ógn þar þótt að þeim hafi í gegnum tíðina líka staðið ógn af þjóðverjum og vesturhluta Evrópu. Þetta lönd sem út af sögu sinni að vilja verja sig fyrir Rússlandi en treysta ekki á Evrópu og vilja þar alveg hafa öryggistrygginguna frá Bandaríkjunum. Það rímar við svona hugmyndina á bak við NATO að halda Bandaríkjamönnum inn í Evrópu, Rússum frá og þjóðverjum niðri. Bandaríkin eru hins vegar að hafa verið á undanförnum árum og eru núna að endurskoða sína svona öryggistefnu og hvernig að nýta herinn og margt sem bendir til þess að þeir munu draga sig enn frekar úr Evrópu. Sömuleyti var það byrjað, við þekkjum það Íslendingar að herinn fór af Miðnesheiði og þá var matið það að Bandaríkin ættu að einbetta sér að Kyrrahafinu og Asíu frekar en Evrópu og draga úr stöðu sinni í Evrópu. Evrópumenn hafa eins og verið illa undirrita búnir að þeir, eins og hefur komið í ljós, að þeir hafa ekki hergagnaframleiðslu eða her til þess að verja sig sjálfur, hafa treyst á að fá vörn frá Bandaríkjunum og Bandaríkin hafa verið þrýst á þeim að þeir verið að geta fjármagnata sjálfur. Við horfum á það núna svona í fréttum dagsins þar sem að reyna þú veist, að auka herútgjöld hvert land fyrir sig þó þau standi efnahagslega veikt og skuldi mikið og síðan hefur Trump eiginlega dregið Bandaríkin út úr stuðningi við Úkraínu, hann hefur sagt að þeim hefur bara kaupa vopn en ég ætla ekki að borga fyrir það, þeir verið að finna peningin og þá vill Evrópa taka yfir skjaldeyris varaforða sem geymdur í Belgíu sem Rússar eiga 20.000 milljarðar eða svo taka það til þess að kaupa bandarísk vopn til þess að senda til Úkraínu því að þeir eru ekki bara að auka sín eigin útgjöld, heldur þurfa þeir að fjármagna stríð Úkraínu gagnvart Rússlandi og þetta dæmi að einhver leyti svona bara ekki að ganga upp og það kannski vandinn sem að Evrópuríkin eru í og þess vegna eru þau að reyna að halda Bandaríkjunum sem mest inni og kannski Úkraínu stríðið líklegast svona segullin til þess að halda Bandaríkjunum þó inn í Evrópu og það hefur kannski verið svona söguþráður undanfarinna 3 ára að það verið að reyna að nota Úkrænustríðið til þess að auka sem mest skuldbindingar Bandaríkjanna til varna Evrópu en þetta svona frá kannski síðastlunum vori eitthvað svo leysa þá augljóst að þetta heldur ekki að virka því að Bandaríkjamenn virðist alltaf að draga sig út úr Evrópu hvort sem þannig að Evrópa situr eftir í einhverju ótrúlegri klemmu þar sem að reyna að viðhalda einhverju stöðu sem að kannski má rekja til svona innpóla heimsins og ekki undirbúin það hvernig hún eigi að hegða vörnum sínum eða viðskiptum í fjölpóla heimi og svolítið svona kannski bara eins og hauslu sæna. Já, þetta svona dramatísk greining hjá þeir en sko sjáðu sko þeir hafa enga samningsstöðu. Þú sér eins og Trump kemur og heimtar það að 5% af vergri landsframleiðslu fari til varnarmála og við vitum að gengur ekki. Auðvitað ef að Evrópa hefði verið einhverju samningsstöðu hefði þeir bara sagt við ætlum bara að föra það bara úr NATO. Þetta borgar sig ekki fyrir okkur að vera að borga 5% af vergri landsframleiðslu þetta eru rísa fjárhæð. Hvað þetta? 10-12% af ríkisútgjöldum? Ég meina þetta gengur ekki, þú sér það, þetta myndi aldrei ganga upp. Ef við ættum að borga þetta, þá verðum við að tala að við getum ekki rekið heilbrigðiskerfi og opinbert heilbrigðis- og menntakerfi lengur að neini líkingu þess sem við erum að gera á Íslandi. En sko, hann heimtar þetta, þeir bara bakka. Auðvitað ef Evrópa hefði verið í sterku stöðu þess að bara við þá bara förum við NATO, við sjáum okkar varti sjálf og við bara semjum við Rússland til lengri tíma litið einhvers konar samkomulag við þá. Það tæki tíma en svo bara aukum við viðskipti okkar við Kína og verðum ekki með nein leiðindi við Kína, bara meiri viðskipti og opnum Evrópu fyrir fjárfestingum frá Kína, frekar en að vera alltaf að Evrópa eins og hún sé alltaf í einhvern veginn að reyna að gleðja Washington með því að vera alltaf að hnýta í Kína, allt þeir eru að gera sér svo vont og slæmt og meira þess að ef Kína eitthvað að reyna að gera í Afríku þá
er það líka opaslega vont og frambyggunum. Þannig Evrópa einhvern veginn, hún ekkert sjálfstæð, hún bara gerir það sem að Trump segir og það hann kallað bara daddy og þeir vita að þetta ekkert sko raunhæft, að þetta mun aldrei ganga og svo rekið stefna gagnvart Kína sem ekki góð fyrir Evrópu og svo stríð við Rússland sem núna á að fjármagnast í Evrópu. Þannig að sko það liggur alveg fyrir að Evrópa óttaslegin vegna stríðsins við Rússland og líka það að viðskiptaþvinganirnar og stríðið hefur ekki skilað neina því sem þeir héldu og eru líka vissar Bandaríkin út úr álfunni. Það bara, ég held að það ekki bara raunhæf staða að NATO að veikjast vegna þess að það bara minni áhugi Bandaríkjamanna að vera með einhverja skuldbindingar inn í NATO. Ég held að það liggur bara í augum uppi. Það þjónar ekkert hagsmunum Bandaríkjanna. Sko Evrópa eftir seinni heimsstyrjöld var alltaf númer 1 hjá Bandaríkjanna. Núna hún í mestalagi númer 3. Aðalsvæðið í dag til lengri tíma litið og Trump áttar sig alveg á þessu held ég, að það Austur-Asía vegna Kína að vaxa og styrkjast og það bendir allt þess að Kína haldi áfram að vaxa og styrkjast og Bandaríkin þurfa að horfa á það. Svo það Miðausturlönd, staða Bandaríkin ekkert góð þar, ef þú tekur Persaflóan, það afskaplega slæmt samband við Íran og Bandaríkin tóku nýlega þátt í árás á Íran. Hinum megin við Persaflóan Sádi-Arabía. Sambandið við Sádi-Arabíu ekkert sérstaklega gott í dag fyrir Bandaríkin. Sádi-Arabía er mjög illa við að stuðning Bandaríkjanna við Ísrael og sérstaklega þegar verið að sprengja, taka af lífi alls konar fólk út í síðast samningamenn í Katar sem hérna á landamæri við Sádi-Arabíu. Þeim mjög illa við alla slíka hluti og óttast náttúrulega sína leiðtoga hvernig þeir getur staðið í svona málum. En það alveg ljóst að sko heimurinn orðið fjölpóla og að Kína að eflast og að þar þurfa Bandaríkin að einbeita sig hér og það verið að segja alltaf verið að tala það að Rússar séu með svo mikla útfærslustefnu. Og ég velti fyrir mig hvaða lönd þessi Rússar hafa verið að taka yfir eftir að Sovétríkin féllu. Ég Rússland Sovétríkin féllu og þeir hafa tekið hluta af Úkraínu, við þekkjum aðstæðan vegna þess, en það hefur ekki verið mikið útfærslustefnu. Samt hafa stórveldi ákveðna tilleiku. Þú nefndir nú Georgíu áðan og við getum farið og nefnt Afganistan og Já, það allavega ekki, sko, það sem hefur verið að stækka NATO, sem orðin 32 land, 12-38 og svo Evrópusambandið. Og sérstaklega NATO eitthvað sem að Rússar líta á sem bara algjöran fjandmann, því það var Varsjárbandalagið svo NATO. Og NATO hefur aldrei verið lítið á þessi varnarbandalagi í Rússlandi. En sko, þegar Kínverjarnir eru stórveldi og þeir hegða sig svona líka, þeir eru að þjarma löndum í Suður-Kínahafi, sem er sko Vietnam, Filippseyjar, Brunei og Malasía. Og stórveldin haga þessu svona, þau þjarma að og reyna að breiða úr sér. Í þessu fyrir Kína skil ég ekki það mál vegna þess að þeir eru með svo kallar 9-dash line, þeir eru búin að merkja sér ákveðin svæði aðalega eða allt Suður-Kínahaf með því að búa til eyjar og gera alls konar hluti, búa til svona kennileitjur sem ég skil ekki því að það ekkert land sem háðara því að það sé frjálsar siglingar allt en Kína. Kína stærsta útlendinglandið langstærst í heiminum. Það engin háðari þeim en þeir því að allar siglingaleiðir séu galopnar alls staðar. Það ekkert land sem treystir meira á það að halda öllum siglingaleiðum galopnum. Þess vegna að vera með þessi... Hilmar, Ragnar Baldursson sem er Kínasérfræðingur og kemur stundum í viðtal, hann skýrir þetta Kínahafsmál og Kína þannig að þetta sé að sumiliti sögulegt að þarna féll Kína þegar Vesturlönd komu þarna megin inn, þarna var ekki Kínamúr, þannig að það sem að Kínverjar að byggja upp á Kínahafi með þessum eyjum og svo uppbyggingu flotans eiginlega maður ætti að horfa á það sem Kínamúr. Þeir að búa til eitthvað svona varnar viðbúnaðarna sem að veldur því að ekki nokkru manni detti í hug að ætla að ráðast á Kína þarna megin frá. Svona lýsir Ragnar. Já, sko, þetta þýðir það sko að þetta þýðir það hann land sem heitir Filippseyjar sem 125 milljónir manna
töluvert öflugt land, eiga náttúrulega, eiga-klassi, að það komið í varnarbandalag með Bandaríkin, sem að væri ekki næstu því eins og örugt eins og ef að þetta væri. Víetnam, sem gríðarlega öflugt ríki, 100 milljónir manna gríðarlega öflugt hernaðarlega, sem að síðasta stríð sem að Kína háði var 79 við Víetnam á Norðurlandamærunum og Víetnam var unnið það stríð, hruktu Kínverjana í burtu. Og ég myndi skýra að það gerist vegna þess að Víetnam voru nýkomnir búin að sigra Bandaríkin á Víetnam og norður-víetnamski herinn var gríðarlega harðskeyttur á þessum tíma og þeim tókst að hrekja Kínverjana tilbaka og unnu það stríð. Þannig að sko og það sem að Víetnam núna farið að líta töluvert til Bandaríkjanna sem bandalagsríkis. Það ákveðin hætta fyrir Kínverjana ef þeir eru konur með Víetnam sem Bandaríki sem bandalagsríki og mér skilst að ungir Víetnamar margir, ég bjó í Víetnam í 3 ár fyrir oft í Víetnam, að þeir ungir Víetnamar sem ég að tala hallast undir að vera í samstarfi við Bandaríki. Og Indonesia sem gríðarlega öflugt land sem gerir ekki tilkall til Suður Kínahafs, þeir eru þarna samt í nágrenninu og hafa ágjörð af þessu, þeir eru hérna 300 milljónir. Þeir hafa sagt ef að Kínverjar að þjarma að okkur hérna, ASEAN-löndunum, þá förum við að efla varnarsamstarfi við Bandaríkin, Malasía, sem ca. 40 milljónir manna. Þannig að það sem ef að Kína verður mjög harðhent, að þá þessi lykil ASEAN-lönd og þar á meðal Tæland sem með yfir 70 milljónir manna, þá fara þau að horfa meira og meira til Bandaríkjanna. Það getur vel verið að þeir geti búið til eitthvað virki, þó ég hef ekki stúdrað það sérstaklega, en ég veit að ASEAN-löndin sem hafa lagt mjög mikla áherslu á að vera í miklum viðskiptum við Kína, gríðarlega miklum viðskiptum, og sum löndin líka sem í miklu viðskiptum við Kína í miklum öryggismála samstarfi við Bandaríkin eins og Japan, Suður Kórea og landana, og Ástralía, en ef að Kínverjar verða harðhentir, þá fá þeir öll þessi lönd á móti sér. Og sko ASEAN 700 milljónir mann. Og þetta á meðan að Kínverjar að fást við öldrun vegna það sem var það single child policy, sem mun geta veikt Kína til lengri tíma litið, þá eru þessi lönd mörg með ungt fólk og þeim að fjölga frekar hratt og hagkerfin það vaksa hvergi hraðar en þetta. Þannig að það sem hættan að hinna leina það, þeir séu að búa sér til óvinni og það væri afskaplega óheppilegt fyrir Kína ef að þeir verða svo harðhentir við Víetnam, því Víetnamar eru mjög reiðir út af þessu Suður Kínahafsmáli, að þeir fari hreinlega í varnarbandalag með Bandaríkjunum og það sé komið varnarbandalag í Austur-Asíu sem með Norðurlandamæri við Kína. Þannig ég held að Kínverjar þurfa að fara mjög varlega í þessu málum og líka að reyna að vera að trufla siglingaleiðir og vera slíka hluti. Það getur leitt til þess að þessi lönd fara að trufla siglingaleiðir Kínverja, gáða því að langmest að flutningum Kína til Evrópu og Norður-Ameríku þeir getur svo kallan Malakka-streit sem á milli Indónesíu og Malasíu. Og ef að þessi lönd sem Malasía verður mjög pirruð út í Kína og það verður átök, þá getur það lúkað þessari leið. Og hvað mun það hafa áhrif á, þá lokast oljuflutningar frá Persaflóanum til Kína. Já. Þannig að sko, ég held að þeir fara mjög varlega í þessu. Já, en ef við fyrir aftur til Evrópu að ef að Bandaríkin, þegar maður horfa til lengri tíma og Bandaríkin eru svona frekar á leiðin út úr Evrópu, er það ekki sem að helst vantar í Evrópu svona endurmat á stöðu álfunnar í heiminum, í fjölpóla heimi, hvernig við ætla að hafa þetta til lengdar, hvernig við ætla að leyfa við það að hafa Rússland þarna á Austurlandamærunum og hversum viðskiptu við ætla að eiga við Kína og önnur Asíulönd. Við erum líklega að sigla inn í eitthvað sem verður kallað öld Asíu. En það hins vegar vegna þess hvernig álfan samsett að þarna eru ólík þjóðríki og
og svolítið svona ólík stefna hér og þangað og ólíkir hagsmunir sem eru þarna, að þá eiginlega ekki hægt að sjá fyrir sér að Evrópa muni hafa getu, burði eða afl til þess að endurmeta stöðu sinna. Já, sko, ef Evrópa var að hugsa eigin hagsmuni, Evrópa ekkert að hugsa, Evrópa reyna að gleðja Washington oft, að stefnan átt að gleðja Washington en ekki að hugsa hagsmuni Evrópu til lengri tíma, virðist mér vera. Og Danmörk og svo Ísland eru sko dæmi taka þátt í country of the willing og allavega gera alls konar hluti til þess að hafa Washington ánað. Ef Evrópa væri að hugsa með eigin hagsmuni til lengri tíma litið, þá myndi hún kannski segja sem svo, hún verður að auka styrkja sín hernaðarlega. Ég þarf alveg ljóst að það þarf að gera eitthvað í því. Það ég ekkert að þó að sé ekki 5% verkleg landsframleiðslu, þá þarf Evrópa að reyna að verða sjálfstæðari í sínum varnarmálum og það kostar eitthvað. Til þess að þurfi ekki að eyða jafn miklu til varnarmála eins og nú í dag, að þá þarf Evrópa átt að sjá því að þó að margir hati Rússland og sérstaklega Putin staðir í dag, að þá þurfi að ná einhvers konar samkomulagi, einhvers konar skilningi við Rússland og einhvers konar stöðuleika samskipti við Rússland með einhverjum hætti. Angela Merkel hefur verið að reyna að gera þetta, það mislukkaðist. Hún hefur verið að reyna að koma á einhvers konar, því hún var leiðtogi, einhvers konar samkomulagi, hún hefur örugglega vitað að það var áhættusamt og mjög erfitt, en þá verður líka að hætta að stimpla forseta Rússlands sem Hitler og fara umgangast forseta Rússlands á eigin nótum en ekki að þetta sé annar Hitler og þessi sé geta semja. Þú mátt ekki líta öllum samningum til lengri tíma þú getur það ekki, þú talar 1000 ár eða eitthvað svoleiðis, þú talar svo lengt tímabil, en þú getur ekki lifa við það. Þannig ef að verið að ná einhverjum stöðuleika við Rússland, þá Evrópa styrkir sig hernaðarlega, að þá gæti hún náð betri stöðu þannig að þyrfti ekki þá hernaðaruppbyggingu sem annað þyrfti. Og svo varðandi Kína, að vinna betur með Kína, veri ekki alltaf að setja út á Kína allt sem Kína að gera í heiminum og ná betri viðskiptasamningum við Kína og líka það, sko Bandaríkin hafa til dæmis líka verið mjög mikið á móti öllum fjárfestingum Kína í Evrópu. Evrópa mjög skuldsett og henni vantar fjárfestingu þar á meðal í innviðum og þá spurningin hvort það sé ekki hægt að opna fyrir viðskipti ef Evrópa verður að hugsa sína eigin hagsmuni. En hún að hugsa að við getum ekki verið sambandi við Kína af því þá verða reiðir í Washington. Og ef við ætlum að gleðja Washington þá verðum við að segja að það sé allt ómögulegt sem þeir eru að gera í Afríku. Og þannig að sko, ef að Evrópa væri með sjálfstæða stefnu, auðvitað vil ég frá Íslandi og í Evrópu að halda áfram góðu samskipti við Bandaríkin. Og Íslendingar höfum góða reynslu af samskipti við Bandaríkin í heildina tekið og sé ekkert fullkomið. Ég myndi vilja það, en það er rétt sem þú segir, að vegna þess að heimurinn eru fjölpóla og vegna þess að Bandaríkin, þeirra ríkisfjármál ekkert í sérstaklega góðu lagi núna, þeirra skuldastaða ekkert góða góð og pressan á það að auka svo mikið að þeir eru að reyna að fækka vandamálum og það sem Trump að reyna að gera með því að semja gasasvæðinu. Hann er að reyna að fækka vandamálum, hann vil losna við Miðausturlönd að borðinni hjá sér og geta verið að einbeita sér á Austur-Asíu og að ljúka Úkraínustríðinu. Hann vill ekki vera með öll þessi vandamál á sama tíma og ég held að bandaríski herinn og bandaríski yfirvöld séu átta sig á því að þeir langar alveg örugglega ekki að fara í stríð við Kínverja, en þau vilja geta verið haldið valdajafnvæginu í Asíu þannig að minnka líkurnar á átökum. Og það gerist ekki með því að Bandaríkin séu í stríði í Evrópu, í Úkraínu og séu líka öðru hverju í átökum í Miðausturlöndum. Þau vilja fækka vandamálunum og þar er Austur-Asía orðið númer 1, forgangsatriði til lengri tíma litið, Persaflóa númer 2, Evrópa númer 3. En Evrópa einhvern veginn, já, ég held að sé rétt greiningjaður að eitt hvatinn til að bara halda Úkraínustríðinu áfram og reyna ekki að gera málamiðlanir, kannski getur verið svo von að staðan á vígvöllunum muni breytast Úkraínu í hag, þó maður sjá ekki hvernig það var að gerast, en einlegin er að halda Bandaríkjunum í Evrópu. En ég myndi að til lengri tímaleiti vilja Bandaríkin fara að vinna þessari öðrum, en þau eru í pattstöðu út af þessu Úkraínustríði og út af þessari átökunum Miðausturlöndum, að þau komast ekki
til Austur-Asíu eins og þau vilja gera, en munu gera það fyrir það síðan. Og svo þetta bara með Evrópu, þess að benda á, þetta eru 27 þjóðríki. Hvenær kemur ykkur leiðtogi sem að tilbúin að hugsa til lengri tíma fyrir alla Evrópu í heild. Ég held að Angela Merkel hafi verið að reyna það. Hún hafi verið að reyna að segja okkur við verðum að finna einhverja lausn við Rússland og einhvers konar samkomulag og semja við þá. En Eystrasaltsríkin, mér finnst þetta að vera áberandi með þau. Ég er búin að vera farangað í 30 ár og mér er afskaplega hlýtt þessara landa. Ég er búin að kenna þarna mjög lengi og ég vil þeim mjög vel. En ég hef verið að segja við þau að þið verðið það átt ykkur því að stórveldi eru hugsa sína hagsmuni fyrst og fremst. Og við Íslendingar höfum alveg fundið fyrir þú varst að nefna dæmi þegar herinn fór hérna í óþökk íslenska stjórnvalda 2006 í kreppunni 2008-2009 þá vildi Washington ekki taka upp símann ef að Seðlabanki hringdi til þess að fá gjaldeyrislán. Þeir hafði ekkert við okkur að tala. Þeir hins vegar hafa komið tímabil þar sem þeir hafa reynt að miðla málum fyrir okkur, til dæmis þegar við vorum að vinna í okkar landhelgisbaráttu. Þannig að sko Bandaríkin eru aðilar sem að við getum alveg unni með, en við verðum að skilja það að Bandaríkin eru fyrir Bandaríkin, fyrst og fremst. Og það er það sem ég finnst Eystrasaltsríkin ekki skilja, að svo tími kann að koma að Bandaríkin hafi bara mjög lítinn áhuga á þeim. En staða okkar Íslendinga er önnur heldur en þessara landa því leyti að frá hernaðarlegu sjónarmiði eru við miklu mikilvægari. Það væri skelfilegt fyrir Bandaríkin að það kæmi rússnesk eða kínversk flotastöð mitt á milli meginlands Evrópu og meginlands Norður-Ameríku, held ég. Þannig að við erum í annarri stöðu. Ég held að Eystrasaltsríkin skipti takmörkuðu máli fyrir Bandaríkin og Úkraína skiptir takmörkuðu máli fyrir Bandaríkin. Bandaríkin hafa aldrei verið að reyna að ná tökum á Svartahafinu. Svartahafið, það sem þeir hafa barið sem Svartahafið getum aldrei þar eru Rússland og Tyrkland. Og Rússar hafa alltaf litið á Svartahafið sem gríðarlega mikilvægt fyrir sig og það er ljóst. Og þeim finnst að hafa verið þrengt að sér því að löndin í kringu Svartahafið, þú veist hvaða löndin þetta er eins og Búlgaría og Rúmenía og Tyrkland, þetta er allt NATO-ríki. Og ef Úkraína og Georgía hefðu farið inn í NATO, þá voru öll löndin í kringu Svartahafið nema Rússland NATO-ríki. Ég meina, ég myndi sjálfur, ég verið forseti Rússlands, ég hefði mjög miklar áhyggjur af þessu. En ef ég segi þetta í Evrópu, að ég myndi, þá er þetta, já, þú lítur að vera pútinisti. Ég meina, ef ég verið forseti, það er alveg sama hvað forseti Rússlandi væri, þú vilt ekki vera í þessari stöðu. Þess vegna, þegar þetta gerist, þá verður ákveðin andstaða og svo einhvern tíma sauð upp úr og svo bara eins og ég sagði við því upphafi samtalsins er þetta. Sko, ef það átti að tala um að Úkraína færi í NATO, þá átti ekki að fara að bóka svona ákveðið það í fundargerð NATO nema það væri samstaða, en það var ekki samstaða. Og þeir sem komu í veg fyrir að Úkraína færi inn í NATO strax, fljótlega, var NATO sjálft. Þannig að þetta var ekkit Rússland sem gerði þetta, það var NATO sem gerði þetta og það átti ekkit að gera þetta og þetta var náttúrulega algjör farsi síðan að landið sé að reyna að komast inn í NATO síðan leiða 17 ár og svo kemur nýr forseti í Hvítahús og hann segir bara blæs alltaf saman af. Ég meina, þetta er ekki hægt að búa til svona lygasögu, þetta er svo skrítið aðdragandi og hérna, en auðvitað, að mínum dómi, ef að Úkraína hefði farið inn í NATO og segjum að verið samstaða, eins og þegar Eystrasaltsríkin tala að þau farið inn í NATO, þá var það gert, það var samstæð það, þú fóru inn 2004, það var samstæð á Pólland fóru inn 99, það var samstæð það, en það hefði allir farið inn öðruvísi. Þannig að sko að það var samstæð, þess vegna hefði verið hægt að gera þetta, en það var ekki hægt að gera þetta og það var alveg ljóst að Angela Merkel var á móti þessu og forseti Frakklands og voru fleiri ríki. Eystrasaltsríkin og Pólland voru mjög fylgjandi þessu, mjög ákveðið og svo George W. Bush forseti Bandaríkjanna. Þetta var óraunsætt og ég held að þetta hafi verið óheillagt skref fyrir Úkraínu og fyrir Evrópu. Herðu, Hilmar, nú setjum við hérna komu í þessu frásögn af lygasögunni sem við lifum, eða því sem að virðist vera svo ótrúlegur framþróun sögunar, að hún er stundum skritin. Ég fæ líklega að slá á þráðum til þín í næstu viku, eða ekki? Jú, þakka kærlega fyrir. Takk kærlega, við heilsa öllum í Tælandi. En við höldum áfram hérna við rauðaborðið, næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina.
Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, næst ætlum við að ræða nokkur lagaleg álitamál eins og við gerum hér reglulega við rauðaborðið. Í dag ætlum við að ræða meðal annars vændi og við ætlum að skoða hvort líklegt sé að Ísland fái mikilvægar undanþágur með inngöngu í ESB. Nú við höldum áfram með risamál fyrir Hæstarétti sem varðar vexti og við bíðum eftir úrslitum, vexti á almenning. Við ætlum að ræða munin á málfrelsi og tjáningafrelsi og enda umræðina kannski á nokkrum orðum rétt eða órétt Ísraela til að handtaka fólk á hafi úti. Og þar inn í það hefur nú blandast hún Magga Stína sem að hér hefur verið dagskrárgerðarmaður við rauðaborðið. En sá sem getur svarað þessum spurningum heitir Gísli Tryggvason, lögmaður og hann er hér fastur gestur. Ertu velkomin Gísli. Takk, vonandi get ég svarað sumu. Já, sumu. Ef að byrja á þessu vændismáli fyrir norðan. Það er svona vakið furðu margra að þær sem er að bjóða vændi til sölu og auglýsa það. Það er sækja þær til saka en samkvæmt sænsku leiðinni 2009 minnum ég hafa verið sem var lögfest hér þá eru það þeir sem kaupa vændið sem ættu nú svona fremur að sitja í súpunni. Maður hefur ekki heyrt að kaupendur vændisins hafi þessi neitt verið að ákæra þá. Já, það er sjaldgæfara í seinni tíð en þetta er eitt af þeim brotum sem að fræðilega getur verið bæði refsivert fyrir veithandan og þykjandan eða gerandan og þólandan eða hvernig sem maður orðar það. Áður fyrr var refsilaust að kaupa vændisþjónustu minni mig en það var bara refsivert að selja vændi ef maður hafði atvinnu af því. Nú er, eins og þú segir, það sem stundum er kallað sænska leiðin, nú er það eiginlega hægt að refsa báðum hliðum en þetta er nú væntanlega ekki neinn svona stefnumarkandi ákvörðun þannig fyrir norðan heldur er þetta bara því að sönnunargögnin eru kannski sterk hvað varðar seljendur vændisins og ekki eins sterk varðandi kaupendur. Nei. Það fer sennilega bara eftir atvikum. Já. Sko þetta rifjar upp svona fyrri fréttamál sem að ég sjálfur persónulega komið nálægt sem blaðamaður að það hefur líka verið svona auka vernd yfir kaupendum vændisþjónustu í fyrri málum stundum að ekki nafngreindir og maður hefur svona fundið smá stéttaskiptingu ef ég bara hendi því á borðið vafningalaust að sú sem býður þjónustuna það er svo hún liggi stundum betur höggi heldur en þeir sem kaupana það sé svona meiri stemning í samfélaginu til þess að vernda þeirra hagsmuni. Hvað segir það? Já, það var fyrir nokkrum árum eitthvað gert af því að ákæra menn og þá var gagnrýnt mjög af fjölmiðlum og feministum ég maður rétt að menn voru ekki nafngreindir kaupendur, meintir kaupendur eða dæmdir kaupendur. Ég man hreinlega ekki hvort það er eitthvað búið að breyta lögum eða lagaframkvæmdum þetta síðan en það er ekkit auðvelt að sjá í gegnum það hvaða reglur gilda nafnbirtingar. Stundum er það bara álitamál í höndum dómara. Ég hef til dæmis óskað eftir nafnleysi, hvað er þetta, að dómur þegar hann verði birtur þegar ég var að verja sakborning ákærða að það verði ekki birt nafn hans og það er svolítið mismunandi. Það er ekkit alveg skýrar reglur. Er það mat dómara? Einhverju leyti er það mat dómara, já, innan einhvers.
lagaramma. Og ef við erum með einhverja þræði í samfélaginu, fordóma gagnvart þeim sem að neyðast til þess að afla sér tekna með að selja líkama sinn, og svo erum við hins vegar með einhverja kannski velríka kaupendur sem eru jafnvel nöfn í samfélaginu, þá verður nú kannski ekki algjört jafnræði, eða hvað? Nei, það verður það ekki, en ég veit svo sem ekkit félagsfræðin á bakvið þetta. Ég ekkit við sem allir kaupendur séu velríkir eða vel stattir félagslega, sko. Ég held að stundum sé þetta nú undirmálsfólk líka, sko. Já. Allavega veit ég til þess í svona félagslegu samhengi að það ekki félagslega sterkir menn sem að kaupa svona að jafnaði, en einhverjir eru það kannski. Já, en þarna virðist að hafa verið sko auglýsingin sem svona naglföst ástæða til málsins fyrir málinu. Svo ef ekki eru sönnunargögnum sko svona eitthvað kunna menn skrifa kannski ekki mikið niður í svona viðskiptum og menn greiða kannski með reiðu fé og það ekki myndavélar og það vel ekki gefin upp nöfn, þannig að sönnunarstaðan svo derfið. Við sögðum fyrir 40 árum þegar ég var að taka minn fyrstu skref í blaðamennsku að Ísland væri öðruvísi en önnur lönd. Hér væri lítið sem ekkert vændi og stundum var nú bara sagt að við værum svo lauslát þegar við færum að djamma að við svæfum bara hvort hjá öðru án þess að það færi einhverja greiðslur fram, hún sagt í kannski hálfkæringi. En hafi það verið þá þannig að Íslendingar voru með litla vændistarfsemi, þá held ég að sútíð sé löngu liðin, eða svona maður alltaf að heyra sögur af því að vændi sé umfangsmikil grein hér á landi. Já, það, hvað sé, óttast ég. Já. Það allt sem bendir til þess. Og þá velt maður svona aðeins fyrir sér, hvaða skilaboð ákæruvaldið að senda með því að taka þennan vinkil, ekki hinn. Þannig að þetta svona... Og inn í þetta blandast auðvitað svona réttarheimspeki og stjórnmálaafstaðar hreinlega. Sumir bara eru svo miklir frjálshyggjumenn eða frjálslindir að þeir telja ekki ríkisvaldið eigi að sko hamla gegn svona viðskiptum fulltíða fólks. Já. En þeir sem eru meiri forsögjumenn velja líta á seljendur vændi sem fórnarlömb og þetta velji engin sjálfviljugur þannig að annar kosta völ. Þannig að það takast þarna á eins og oftast í lögunum sko, einhver svona réttarheimspekileg eða þjóðfélagsleg sjónarmið. Já, feministar trúa ekki á hamingjusömu hóruna en Hannes Hólmsteinn trúir því að hún sé til. Já, sjálfsagt. Heyrðu, við skulum þá víkja frá þessu yfir í moggin í dag. Það var frétt, sá ég, þegar ég reyndi við moggin í morgunum. Það væri nú mjög ólíklegt að það kemur einhverjar gagnlegar undanþágur fyrir Ísland með eingöngi ESB. Hvað getur þú sagt okkur um það? Já, þetta náttúrulega gömul þetta gömul staðhæfing andstæðinga fullrar aðildar að Íslands að ESB. Ég hef lengi orðað þetta svoleiðis að við séum auka aðilar að ESB og spurningi sé bara hvort við ætlum að sækjum fulla aðild. Það að segja hafa líka áhrif en ekki bara njóta og þóla það sem er ákveðið í Brussel. Já. Það myndi eitthvað bætast við líka en það rétt hjá þeim sem að halda slíku fram að þeim megin atriðum verður ekki breytt að Evrópurétturinn hann hefur aðra og sterkari stöðu en landsréttur í mörgum tilvikum, það að segja innanlandsréttur, og það undantekning frá meginreglunni að almennt þjóðaréttur eða réttur samskipti ríkja, þá hann svona oft í öðru sæti, til dæmis hjá Íslendingum. Það landslög sem gilda fremst og svo kannski reglur samskipti þjóða og milli þjóða og borgara mismunandi landa, það í öðru sæti. En með Evrópuréttinum yfir þjóðlegum reglum, supranational það kallað, þá þeim
gefin ákveðin forgangsstaða og við erum nú búin að vera að takast á það undanfari með svo kallari bókun 35 sko, þar verið að meitla í harðari stein regluna að það eigi að túlka allar reglur eins á Íslandi og í Tékklandi og svo framvegis. Þannig að það alveg rétt að þessu verður ekki breytt og einhverjum meginreglum Evrópuréttarins verður ekki breytt ef að Ísland biður það. En hitt rangt eða rétt hjá þeim sem fylgja aðild að ESB, vilja ganga í ESB, að aðildarsamningur hvers ríkis, nú þetta orðið næstu 30 ríki, ef maður rétt, aðildarsamningur hvers ríkis jafn gildur formlega séð og grundvallar samningarnir Evrópusambandið. Þannig að það hægt að eins og maður breyti stjórnarskrá, þá getur maður breytt Evrópuréttinum með aðildarsamningi sem að Ísland myndi gera og allar ESB þjóðurnar samþykja. Það auðvitað ekki líklegt að við förum fram á eða fáum undanþágur skipaskurði, við höfum engan áhuga á því, en við förum væntanlega fram á einhverjar undanþágur sem varða mjög okkar sérstöðu. Já, auðlindir? Já, það til dæmis gerðu Finnar, ég held að það sé nú kannski frægasta dæmið að stór hluti Finnlands var skilgreindur sem, ég man ekki, jaðarsvæði eða heimskautasvæði eitthvað, þannig að þeir fengu mikinn stuðning, sko, það kannski erfiðar að sinna ýmsum landbúnaði norðarlega. Þannig að við munum sækja á undanþágur jafnvel varanlegar sem að andstæðingarnir segja séu bara tímabundnar aðlögunar reglur en ég náttúrulega ekki hlutlaus fyrir en margir aðrir, ég hlynntur aðildarumsókn og ég þykist vita eftir að ég kynnti mér þetta mjög vel þegar við sóttum aðild 2009 að það sé hægt að fá bæði tímabundnar og varanlegar undanþágur mikilvæga grundvallar hagsmuni Íslendinga. Af því að það ekki líklegt að jafnvel Evrópusinnar hér muni leggja til eitthvað sem að rústar þjóðarhag. Varla. Og það alls ekki líklegt að þjóðin muni samþykkja slíkt. Þannig að, og það heldur ekki líklegt að mínum að Evrópuríki, stór eða smá, vilji fá aðila sem kemur á brauðfótum inn og missir sitt lífsviðurveri. Ég meina, Norðmenn sömdu ekki þegar þeir reyndu að gangi í ESB, þeir sömdu ekki af sér olíuna til dæmis eða Luxemburg gefur ekki upp frá sér möguleika á að vera með góðan fjármálamarkað eða eitthvað slíkt, sko. Ég meina, mér finnst þetta svo skrítið einhver haldi að einhver vilji fá í félag, einhvern sem á að afsala sér öllum rétti eða einhver vilji gangi þannig félag. Já, þannig kannski ekki tilviljun að svona fréttir eru skrifaðar og birtar í Morgunblaðinu sem náttúrulega blað stórútgerðarinnar og eigendur Morgunblaðsins eru stórútgerðar fólk að nokkru leyti og stórútgerðin hefur það nú nokkuð gott hér í óbreyttu ástandi, svona alla jafna, en þetta hefur verið svona gríla, við höfum veifað þessu sem grílu gegn aðild að erlend fiskiskip og erlendar útgerðir og sérst önnur ríki muni ríksu upp íslensku fiskimiðin á þess að við getum hreyft legg eða lið. Já, það er náttúrulega, hvað sé ég, já, eiginlega enn ólíklegra en annað en þess að þetta er náttúrulega grundvallar atvinnuvegur okkar hefur verið í aldir, kannski ekki frá ómunna tíð, það var nú landbúnaður hérna lengi vel sem var svona aðalatvinnugreinin en ég held að enginn vilji fá okkur inn og taka af okkur lífsviðurverið og við munum aldrei samþykja það og það mun enginn leggja það til, ekki heldur vildustu Evrópusinnar. En ég vil þó að litlu er breytt, þá byggja sameiginlegar fiskveiðireglur eða sameiginleg fiskveiðistefna ESB á því að menn sýni fram á sögulega reynslu eða mér minnur þetta sé kallað söguleg veiðreynsla eitthvað slíkt. Og það nú bara þannig að í ár held ég að séu að verða 50 ár síðan að einhver erlend skip höfðu einhverja fiskveiði hér. Það var við lok þorskastríðsins 75-6 að það var samið einhvern aðlögunartíma þar sem að
kannski hollendingar og brettar og þjóðverjar sko fengu að klára eða veiða eitthvað lengur. Síðan hefur voða lítið verið veitt hér í innlendri eða hvað segja okkar efnahagslögsögu af erlendu skipum nema einhver svona skiptisamningu sem ég hef ekki mikið vita á. Þannig að það hefur engin, jável þó að reglumni er lítið breytt, þá kom ekki Spánverjar hérna allt í einu og segja að við ætlum að veiða hérna eins og við gerðum sko fyrir 70 árum. Nei. Nú, nýlega gríla í þessum efnum er svo líka orkumálin að við myndum þess að forræði þeirra. Við munum sennilega halda áfram að rífast með misgóðum rökum þessi mál þangað til við berum það undir þjóðina sem á nú að vera á þessu kjörtímabili, hvað hún vilji gera með framhaldið. Já, við munum örugglega rífast þetta lengur, jável þó við berum þetta undir þjóðina. Það er mikið verið borið undir þjóðina og ekki verið farið eftir í, til dæmis nýja stjórnarskráin sem við köllum svo sem að sátum í stjórnlagaráði. En ég vona að hvað sé núverandi stjórnarforysta bara nái að koma þessu máli í góðan farveg og gera eins og forsætisráðherra að tala fyrir kosningar að það þurfi mikil umræða að eiga sér stað áður meðal almennings og hagsmunasamtaka. Já, almannahagsmunir undir. Og sérhagsmunir, já. Já, einmitt. Nú, þegar ég spjalla við þig hér þá er klukkan 11:28 á fimmtudegi fyrir hádegi. Ég hef ekki heyrt að þessi vona á dómi frá Hæstarétti í dag, verði ekki eftir viku frekar, veist mér líklega, í máli sem að margir hafa beðið eftir og varðar vexti á almenning. Hvað er hérna, við höfum aðeins imprað á því, hvernig heldur þetta að fari? Ég er nú ekki mikil spámaður. Erfitt að spá eins og Pete Hines sagði held ég. Sérstaklega framtíðina. En ég held að segja rétt hjá þér að það er yfirleitt kvenur dómar í Hæstarétti en þá á 50 dögum, þannig að það er líklega eftir viku. En ef ég man rétt þá er þetta mál að koma beint úr héraðsdómi til Hæstaréttar eins og heimilt er að hlaupa yfir landsrétt. Og einhverja fréttir varstu með held ég að það hefði verið endurflutt fyrir sjömanadómi. Það hefur kannski fyrst verið flutt á fyrir minni dómi. Ég hafði mistað því sjálfur. Hvað þarf til þess að það sé hoppaði yfir hérna landsréttarstigið? Já, bara umsókn og rökstuðning fyrir því að þetta sé svo mikilvægt mál að það hljóti að verða enda í Hæstarétti og þá sé nú kannski bara betra að stytta sér leið þangað. Skipti engu máli hvernig það fari í landsrétti? Já, allavega að það sé svona gott að fá endanlega niðurstöðu fyrr. En heldur þú að það er reiknað út að þetta séu viðskiptablaðið sagði að hálfu bankana þeir myndu missa 60-70 milljarða, neytendasamtökin hafa reiknað út að þetta sé held ég vel á annað 100 milljarða sem kæmi í rauninni sem réttar bætur, eiginlega bara bætur til almennings. Já, ef þetta er ólögmætt þá væntanlega eiga með rétt á endurgreiðslu þá ofgreiðslunar 4 ára aftur tíman, það er svona almennu fyrningatími en ég er ekki nógu vel inn í þessu máli til að spá fyrir niðurstöðuna eða afleiðingarnar en það er verða örugglega miklar ef að Hæstiréttur fellst á þessi sjónarmið. Það er nú til þess einn Hæstaréttardómari sem er sérhæfður í eiginlega evrópskri neytendalöggjöf þannig að það er svo náttúrulega alltaf hugsanlegt að dómurinn klofni en hann reynir kannski að halda saman í svona stóru máli. Já. Það hefur ekkert alltaf tekist. Nei, þeir sem vonuðust eftir stýrivaxtalækkun í gær, þeir urðu fyrir vonbrigðum en vonin er þó enn vakandi í þessu máli. Já, ég vona það allavega að það komi fljótlega niðurstaða það sem að bara vextir verða í einu lagi. Ég meina, eitt er að þessu breytilegir og svo verðtrygging, við höfum talað þetta áður, en að hafa á bæði, það er ekki þekkt í mörgum löndum að hafa bæði breytilega vexti, vaxta hlutan og svo sjálfkrafa hækkun neytandarum í óhag í verðtryggingunni fyrir þá sem eru með verðtryggð lán en
sem nú nánast allir íbúða húsnæðiskaupendur þessi dagana, skilst manni. Já, ég held nú einhverju séu kannski að blanda þessu eitthvað saman. Já, en svona ungt fólk, það ekki nokkuð séns fyrir að stofna til held í húsnæðiskaupa án stuðnings nema að fara inn í verðtryggingarkerfið. Já, en það hægt að taka kannski 50-50. Já, blanda einhverju saman eins og þú segir. Nú, ég satt málþing á hjá Reykjavíkurakademíunni fyrir skemmstu. Það var verið að ræða málþófið á Alþingi síðastliðið sumar eða fyrr í sumar eða hvað ég var að segja, sumar á þessu ári. Og þetta var vel mannað þing. Fólk kom úr ólíkum áttum, það var eiginlega enginn sem að sá neitt vit í málþófshefðinni eða málþófsvenjunni eins og hún var praktiseruð í sumar. Þetta er rauninni svona ákveðin glufa í kerfinu. Fyrir nokkrum árum var þingskaparlögum breytt og þessar löngu ræður sem að gátu staðið yfir nánast sólarhringur saman, þær voru teknar út og það var einhver svona 5 mínútna regla sem að kallast eilíðarvél. Að þú ert bara með einhvern hóp af þingmönnum og hann bara kemur upp 5 mínútur í einu. Aularhrollur sagði Davíð Þór Björgvinsson sem var einu sinni hjá Mannréttindadómstól Evrópu og núna prófessor í lögum við Háskólann á Akureyri. Hann sagðist líka að fá aularhroll þegar hann heyriði orðin hugtakanotkun sem við værum að nota í kringum þetta eins og kjarnorku ákvæði. Hann skildi þetta ekki og við verðum með svona stórt orð yfir algjörlega sjálfsagðan hlut sem það hefði þurft að beita þarna í sumar og hann benti á að bara svona í venjulegum félögum, hvort sem það húsfélag eða málfundarfélag, þá dettur engum í hug að það sé verjandi að einhver einn fá að yfirtaka alla fundi og tala endalaust og í þessum efnum sagðist hann gruna að sumir áttuðu sig ekki á mununum á tjáningarfrelsi og málfrelsi. Hann sagði tjáningarfrelsi hafa þingmenn Miðflokksins sem þæfa mál mest þótt að sé tekið að þeim endalaust málfrelsi í málstofu Alþingis þar sem að ræðutími bara takmörkuð auðlind. Mér langaði bara svona aðeins að endurflytja þér tíðindin á þessu málþingi og aðtúa hvað þú hefðir þetta að segja. Já, þetta hefur greinilega verið spennandi. Ég finnst vont að hafa mistað þessu. Davíð Þór og lærifæði minn á margan hátt. Og hefur mikið vit á þessu á sviði stjórnskipunarréttar og mannréttinda. Ég vísi ekki alveg kunnugur þessari hugtakunótunum að tjáningarfrelsi og sé eitt og svo endalaust málfrelsi sé annað en í stjórnskipunarréttinum þessu stundum skipt upp í gamla daga var þetta náttúrulega bara prentfrelsi þess einna varð það málfrelsi, prentfrelsi og tjáningarfrelsi þegar fleiri miðlar en prentmiðlarnir komu. Og síðan tjáningarfrelsi skipt upp í formlegt og efnislegt að það til dæmis mjög mikla takmarkanir við því í stjórnarskrá okkar og víðar að leggja fyrirfram tálmun við tjáningarfrelsinu. Það heitir bara ritskoðun. Ef þú þarft að fara til stjórnvalds og spyrja má ég segja þetta í útvarpinu eða blaðinu þá það fyrirfram ritskoðun og hún nánast alveg bönnuð hér og Bandaríkjunum, nema kannski einhverju svona hernaðarleyndamáli eða eitthvað slíkt en það hefur verið bönnuð í Bandaríkjunum þannig að sem margt að breytast Já, það ímislegt að breytast en síðan hitt að hér eins og víðar þá sagt þó þú hafir tjáningarfrelsi þú mátt koma og tjá þig en þú þarft að ábyrgjast það eftir á fyrir dómi þú mátt ekki segja hvað sem hvern sem og það má ekki ljóstur upp atvinnuleyndamálum og það má ekki tala endalaust persónulega hagsmuni, persónulega engamál fólks og slíkt. Þannig að það eru efnislega takmarkanir eftir á. Þannig að það er að refsa mönnum fyrir að tjá sig en það er ekkert að skylda á þess að spyrja leyfi almennt fyrirfram. Og síðan þetta sem að hann nefnir sem tjáningarfrelsi og málfrelsi, það er að sjálfsögðu getur verið bara hreinlega misnotkun á tjáningarfrelsinu að hafa endalaust málfrelsi þá myndi engin umræða klárast og engin ákvörðun vera tekin hvort sem á Alþingi eða í húsfélagi eða
öðru félagi. Mér finnst þetta með ágætur samanburður að sko bara henda boltanum út til bara lítilla félaga að þar auðvitað dytti einhver manni í hug að einn einstaklingur eða hópur manna gæti bara í rauninni eyðilagt alla starfsemi og fundadagskrá. Og þetta nú sennilega bara mistök í Alþingi að breyta þingskapalögum þannig að það hafi ekki verið nein svona innbyggð vörn við þessu, að það sé endalaust að halda þessu saman 5 mínútum og 5 mínútum áfram. Það kom eiginlega fram á þinginu að bara fólk sá ekki fyrir að þetta yrði. Ég held það er nú kannski ekki orðið sem var notað á þessu málþingi en ég held að ég geti bara svona tekið mér það í munn, menn sá ekki fyrir að þetta yrði misnotað. Nei, menn misnota stundum stöðu sína og kannski eins og við höfum rætt hér áður það því að minnihlutinn hér á landi hefur ekki miklar varnir eða sóknartækifæri, þannig að ef hann fengi önnur tæki eins og í danska þinginu að geta borið málundir þjóðaratkvæði eða eitthvað slíkt, þá myndi hann kannski síður hneigjast til misbeitingar á þessum rétti. En á öðru sviði mannréttinda stundu sagt varðandi réttláta málsmeðferð að justice delayed is denied, þannig að það má kannski segja með svipuðum hætti að ef þú hefur endalaust málfrelsi þá ertu að taka af hinum þann lýðræðislega rétt að fá einhvern tímann botn í málið og niðurstöðu. Það verður auðvitað að leyfa öllum að tjá sig, stundum knappt og skorinort, en síðan verður að ljúka umræðu og ganga til atkvæða, hvort sem í félagi eða Alþingi. En einu tökum maður eftir að þeir sem að töluðu mest óréttin sem að þeir sögðust hafa verið beittir í sumar þegar þeir voru teknir úr sambandi, þeir eru steinhættir að væla eitthvað það, þannig að það hefur kannski orðið einhver svona grundvallar breyting í samfélaginu. Já, og þetta ákvæði sem að Davíð Þór hneykslaði, þetta orðalag með kjarnorkuákvæðum, við höfum rætt áður hér að það er bara misskilningur að nota það orðalag hér. Það er orðalag sem kemur úr bandarískum þingskapareglum sem að það sem að stöðvun svona málþófs hefur alvarlegri afleiðingar eins og ég rakti þá. Hún hefur það ekki hér. Nei. Heyrðu, en það eru gleðileg tíðindi ef það verður vopnahlé og ef Gaza-hryllingurinn ef það hillir undir lausn í þeim viðbjóði öllum. Við erum enn og aftur gæti svo sem þessi dagur farið þannig að þegar við förum í loftið í kvöld þá hafi eitthvað gerst til dæmis í máli Möggustínu, maður veit það ekki en allavega sem stendur þá er hún fangi í Ísraela og menn eru svona virðist ekki vera á eitt sáttir rétt eða órétt í Ísraela til að handtaka fólk á hafi úti þar sem þeir hafa verið að gera það. Hvað sýnist þér það? Ég er nú ekki nógu fróður þjóðarétt til þess að tjá mig það en þjóðaréttur er þess að ég sagði áðan reglunar samskipti þjóða eða á alþjóðlegu svæði, það sem heitir international law og þar á meðal hafréttur og stríðsréttur og ýmislegt, alþjóðlegu mannúðarréttur. En það voru nú 2 fræðimenn á þessu sviði sem tjáðu sig held ég á RÚV í gær, annars vegar prófessor við Háskólan í Reykjavík held ég og síðan doktor í hafrétti og þau voru nú frekar á því bæði að Ísrael væri ekki með lögin sín megin að öllu leyti í þessu, en ég er bara ekki nógu vel að mér í þessum reglum til þess að tjá mig að einhverju sæmilegu viti. Nei. Ætli svona ef þessi deil að leysast heldur þessi líklegt að verði miklir eftirmálar þessum á undan en gengið? Já, ég held að eftirmálarnir fyrir til mis Alþjóðadómstólum í Haag haldi áfram og þeir eru bara í gangi og verði sjálfsagt fleiri og kannski eru veldur að flytja málið þegar ríki verður sest en það er vonandi að þessum hörmungun ljúki, þetta er búið að standa í minnst mannsaldur þessi hjaðningavíg og sitt sýnist hverjum. Sameinuðu þjóðirnar kalla það þjóðamorð. En Gísli, við erum kannski búin að vera svona drungalegri nótum núna. Við verðum kannski léttari næst að veltur á því svona hvaða fréttamál
við tökum fyrir, en eigum að segja þetta þá gott í dag? Já, við ættum kannski bara að hafa það markmið, að hafa eitt jákvætt lagamála, því að auðvitað eru lagamál oft sorgleg, menn fara ekki til lögmanns eða dómstóla, þeir eru sáttir við allt saman, sko. Nei, við vinnum í því. En kæra þakki fyrir komuna, þú hefur verið hér svona jafnað á 2 vikna fresti og vonandi verður framhalda og það er mikil auðlegði því að fá þig hér í heimsókn. Kæra þakki. Takk fyrir. Ekki vera langt, kæra hlustundur og áhorfendur, og höldum áfram með dagskrá Rauða borðsins eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, heyrðu, við ætlum að halda fram að fjalla Donald Trump eins og við gerum tölvöld af. Nú ætla ég að slá á þráðinn til New Bedford í Massachusetts, þar sem að Haraldur Sigurðsson, jarðfræðingur, býr. Blessaður, Haraldur. Vondur blessaður. Heyrðu, þú ert búin að búa í Bandaríkjunum í 50-60 ár, eða ekki? Jú, ég kom hingað fyrst 1974 til starfa. Reyndar kom ég hingað fyrst 1958 sem stúdent eða nemandi. Svo ég byrjaði að kynnast Bandaríkjunum þegar 1958, þetta er dálítið langur ferill. Já, þannig að þú hefur þekkt Bandaríkin langa tíma og í gegnum ólík skeið. Nú er náttúrulega undarlegt ástand og við höfum verið að reyna það hérna við Rauða borðið að reyna að greina þetta. Þetta er svo mörg átök sem að Donald Trump er í gagnvart samfélaginu. Það sem er kannski mest áberandi núna þessa dagana er hann að senda þjóðvarliðið inn í borgir. Þjóðvarlið Texas var sendt inn til Chicago held í fyrradag. Hvernig horfir þetta við íbúum Bandaríkjanna að þegar að verið að siga hernum á almenning? Já, það er einu grundvallar lög hérna í Bandaríkjunum sem að heita Posse Comitatus og þau voru sett á 1878 og þau lög banna því að beita hernum innan lands á nokkurn hátt án þess að fá samþykki þingsins. Posse, við þekkjum Posse sem sagt úr bíómyndunum, hérna kúrekamyndunum, þegar menn voru, þegar safnaði liði, lögreglustjórinn í þorpinu safnaði liði til að elta einhverja glæpamenn og en sem sagt það má ekki fara með Posse sem er samanstendur af hermönnum. Það er að móti þessum lögum og hann forsetinn er nú að byrja að brjóta þessi lög og þetta er náttúrulega mjög stór þáttur í lýðræði þjóðarinnar að halda hernum fyrir utan og afskipti af hernum, hersins af öllum innanríkismálum eru bara bein ógn við lýðræðið og frelsi fólksins. Svo þetta veldur mjög miklum áhyggjum og ég held að þetta er bara broddurinn svona að byrjunin á vandamálinu. Hann er að undirbúa sem sagt að láta fólki venjast í að herinn sé að flakka inn og koma inn í borgirnar og svona sýna sig, sýna völdin. En er ekki dæmi þetta í sögu Bandaríkjanna þar sem að, var það ekki bara Kennedy sem að sendi þjóðvarliði til þess að leiða svört börn inn í skóla þar sem að til þess að brjóta aðgreiningastefnuna í suðrinu? Já, hann gerði það. Hann gerði það eitthvað 1963 eða eitthvað það bil. Sem sagt það voru. Hann kom þá með sem sagt herinn inn til að vernda og hjálpa aðstofa við það, koma börnunum í skólan, blokkubörnunum. En núna er Trump að búa til einhverja grílur í borgunum
og það er svona bara að róta upp í þjóðinni með þessu, sko, að reyna að æsa fólk upp. Og það er bara undirbúningurinn af því sem að koma skal, sem sagt, að taka völdin á þennan hátt, ekki bara völd innan forsætisembættisins og þingsins, heldur innan hersins líka. Þetta er náttúrulega mikið vandamál fyrir herinn að lenda í þessu. Núna vil Trump til dæmis breyta nafninu á varnarmálaráðuneytinu í stríðsráðuneytið. Það er svona, það er ýmislegt að gera á þessu sviði. Hann kallaði saman 800 alla helstu hershöfðingja, 800 manns á fund fyrir viku síðan og messaði við þeim. Það var nú ekki, það heyrist ekkert í hershöfðingjunum, þeir sögðu ekki orð. Hann sagði þeim að þeir megi klappa strákar ef þið viljið, en það tók enginn undir það. Svo að náttúrulega afstæðan innan hersins hún er náttúrulega slæm. Hann sagði reynda líka að þið megi líka standa upp og labba út ef þið viljið, en þá munið þið missa teknikkar og starf. Já, það fylgir náttúrulega. Fylgir því. En ég hef verið að hlusta á hann. Svo er að vinna því að banna konum herstjónustu og sennilega líka svettingjum. Já. Það er þannig. Heyrðu, en ég hef verið að hlusta á hann það sem hann lýsa og hann lýsti ástandinu í Los Angeles þannig að það væri bara uppreisn í borginni þar sem hvorki borgarstjórinni, fylkisstjórinni konnuðust við það. Hann hefur lýst því að í Washington hafi verið þannig að fólk hafi ekki þorað að fara út á götu en núna eftir hann tók þar til og herinn er komin út á götu að þá getur fólk farið bara út að borða og svona og svo heyrir maður fólk sem að býr í borginni að það kannast ekki við þessar lýsingar sem hann er með en það er náttúrulega fæstir í Bandaríkjunum sem búa í Washington þannig að það getur vel verið að meiri hluti Bandaríkjanna trúi orðum forsetans þar sem hann er að lýsa ástandinu á þessu svæðum þar sem hann er að senda herinn þannig að það skiptir ekki máli hvort hann sé að segja satt eða ekki lýsingin er fyrir þá sem að raunverulega þekki ekki ástandið. Já, það er það. Hann er náttúrulega, hann lýgur alveg stöðugt og það er nógu margir sem að trúa því og hann heldur sem sagt tölvöru fylgi en svo er náttúrulega ef hann er að ná tökum á hernum og þessum málum að þá skiptir ekki svo miklu máli hvað fylgið er af því að hann verður búin að ná undirtökunum sko. og getur bara hagað sér eins og hann vill sko. En það er náttúrulega annað sem er mjög mikilvægt sem hefur ekki verið rætt nógu mikið en það er það sem var að gerast á milli þessara kjörtímabila. Fyrir kjörtímabilinu hans að þá gerði hann náttúrulega lítið. Hann lenti í COVID og vesinni út af því og hafði eiginlega enga stefnu. Svo kemur hann inn aftur. Þá eru þeir búin að vinna allavega síðan 2023 tveir hópar sem að unnu að skjali eða bók sem heitir Project 2025 og það er svona manifesto og það var Heritage Foundation, það er stofnun í Bandaríkjunum mjög vel styrt, mjög radikal eða róttækir hægrisinnar sem að unnu að þessu skjali, þessu manifesto og það er svona bara maður bera það saman sko við Karl Marx sko hans manifesto eða það Mein Kampf sko Hitlers. Þetta er grundvallar skjal sem að skipti máli hvað snertir stefnu að snúa stjórnmálum í Bandaríkjunum til hægri og rekstri og öllu kerfinu sem sagt til hægri. Og öllum grunnstofnunum samfélagsins. Já, og það hafi verið 800 manns sem hafi unnið þessu í nokkur ár. Með mikilli leynd.
og það eru nokkrir svona ideológar eða spekingar, hugmyndafræðingar svona, sem hafa staðið bak við það, en hann fylgir þessu. Þó hann afneitið á sömu leyti, þá er þetta stefnan. Og það er náttúrulega við erum aðtöfuð það með Trump að honum er nokkuð sama hver stefnan er. Hann vil bara gera í því, sko. Hann vil bara gera eitthvað og græða. Og hann getur farið með hvaða stefnu sem er. Ef hann má vera á toppnum, halda upp í fánanum. En þetta er sem sagt, markmiðið er umbreyting bandarísk samfélags og allra grunnstofnana þess, umbreyting skólakerfisins, háskólana, fjölmiðla og skemmtanaiðnaðar, og það er að ná tökum alls þær hernum, dómskerfinu, stjórnsýslunni. Þannig þeir alltaf ná völdum í öllum grunnkerfunum sem þeir líta svo á að hafi fallið í hendurnar á einhverjum óvinni, og það er óvinnurinn innan ríkisins. Það eru vinstri menn sem hafa hreiðrað sig í háskólum og fjölmiðlum og í Hollywood og í menntakerfinu þar sem eru að spilla börnunum okkar. Þetta er hugmyndin að umbreyta Bandaríkjunum á grundvallaratriðum. Já, það er það. Alveg niður í grunninn. Og háskólarnir eru mjög ofarlega þarna á þessum lista, og hann hefur þegar byrjað að róta í háskólanum eins og hefur verið í fréttum, og sem sagt við vitum það náttúrulega að það hefur verið að háskólarnir hafa verið grundvöllur fyrir skipta skoðanir og mikið fylgi oft fyrir vinstri hópa, vinstri flokka, vinstri pólitík, hægri hefur ekki gengið eins vel í háskólakerfinu, á alþjóðavísu bara, við vitum það, og það er meira svona hugsandi menn, sko, sem hafa verið þarna á vinstri kantinum, sem að hafa vunnið í háskólanum, og hann er að reyna að breyta þessu. Og hefur ýmsar aðferðir með það. Hann vill að stúdentar, til dæmis hann að útiloka erlenda stúdenta, hann segir að þeir mjög ekki vera nema 15% af heildinni. Svo er hann að loka deildum sem að deila á íhaldsamar eða svona konservatív stefnur, og hætta styrkjum til rannsóknarstofnana. Stofnunin sem ég hef vunnið við í mörg ár, hún er orðið fyrir barðinu, og ég þekki aðra stofnir hérna. Ég hef Woods Hole, stærstu hafrannsóknarstofnun í heimi. Þeir tapa núna 4 milljónum á viku, sko, hvað snertist styrki. Það er svona að meðaldali, $4 milljónir. Svo að hann er að skera niður alveg óhemmi mikið af styrkjum til háskólana. Svo hann er eiginlega bara að skera rótina svona á vinstri stefnunni. En er það þannig að háskólanir hafi verið gróðrarstigi að vinstri mennsku? Já, háskólarnir hafi verið sá staður þar sem allar skoðanir geta komið fram, og allar skoðanir og stefnur hafa verið ræddar. En það er ekki endilega að háskólarnir séu að vinna skipulagt að því að færa vinstri kerfi yfir þjóðina eða landið. En þetta er bara almennt frelsi hugsun og starfsemi sem að hefur myndað þá skoðun að háskólarnir séu svona bæli fyrir vinstri kerfi. En og hann er að ná árangri. Það eru fæstir háskólarnir sem að reyna að standa upp í hárinu á honum. Margir ganga til einhvers svona samninga, og svo berst náttúrulega út fiskisagan að ef að þú ætlar að hafa möguleika að fá styrki frá alríkinu, þá borgar sig ekki að vera með neitt sem að styggir Donald Trump eða þá sem eru með honum í ríkisstjórn.
Já, þetta fljótt að síast út og hafa áhrif og það til dæmis Columbia háskóli í New York, þeir gáðu sig strax en Harvard háskóli hérna rétt hjá mér, hann ennþá að berjast við Trump. Harvard háskóli hann ríkasti háskóli í heimi af því að hann einn af þeim eldri hérna, elsti háskólinn hérna í Bandaríkjunum og svo hann hefur efnaði að rífa kjaft ennþá en það kemur að því að þeir verða að bakka líka sennilega svo að þetta breytir hugafærinu smátt og smátt ekki bara smátt, þetta nokkuð hratt að menn fara strax að passa sig ég heyri það bara á kollegum mínu eða fólki sem ég tala við það miklu varkárara að tala svona við helst ekki tala stjórnmál mikið Nei. Að fara að passa sig. Og þá komin þessi svona ógnartilfinning sem oft fylgir svona valdboðsstjórnmálum. Það svona ritskoðun sem að gerist bara sjálfkrafa hjá þjóðinni. Og það sama með viðveru hersins inn í borgum að það þekkt í svona samfélögum með veikt lýðræði að herinn verður mjög sýnilegur svona nærri kosningum bara til að minna fólk á ógnina að fara gegn yfirvöldum. Já, það það. En það sem sagt sko, það komin svona stefna, konar línur sem sagt frá Project 2025 og frá Heritage Foundation og þetta mjög vel unnin vinna, mikið hefur lagt í þetta, mikið fjármagn, alveg óendanlegt fjármagn sem hefur farið í svona hugmyndafræðina að byggja upp hvernig á að byggja upp hægri stefnu og eyða þessari vinstri stefnu sem og leyfa íhaldinu að vaksa og það allt sem bendir til að það muni ganga af því að ef hann nær tökum á hernum líka þá náttúrulega þarf hann ekki að hafa áhyggjur á kosningum endilega. Nei. Menn tala náttúrulega það sko hvað þetta verður breytist mikið sko við næstu kosningar en ég sé ekki að það verður svo endilega. En nú ert þú í Massachusetts sem svona, maður gæti sagt svona demokratabæli, þannig að þú ert eiginlega í þeim hluta Bandaríkjanna sem að óhamingjusamastur með Trump og að sitja undir hans valdi. Finnum þetta ekki bara svona í samfélaginu hvað fólki leiðist þetta? Já, ég hef ekki orðið mikið var við það sko. Ég heilt aldrei í háskólasamfélaginu en það náttúrulega allt annar handleggur en svona meðal almennings þá fólk alveg furðulegt hvað fólk að aðlagast þessum aðstæðum. Láta sig bara hafa það. Og núna verðbólgan mikið vaxandi. Það út af þessum tariffs eða sköttum sem hann sett á innflutning á vörum og svo það tala að verðbólgu núna upp á 30%. 30%? Hækkun af vörum í matarverslunum svo að það mun hafa mikil áhrif á velferð fólksins. Svo að það mun kreppa að þessu ári og næsta ári allavega. En hvað svona hinn virka andstaða gegn þessu breytingum? Man finnst svona demokrataflokkur vera svona halv, ég veit ekki hvað þetta segja, svona slói. Það alveg furðulegt, sko. Það eiginlega mjög lítil andstæða sem maður heyrir. Það einn og einn, sko. Alexandra AOC hérna og Bernie Sanders, náttúrulega ber mest á þeim. Það ber töluvert á fylkisstjóranum í Kaliforníu. Hann nokkuð duglegur en það eins og demokratar hafi bara alveg mist vopnin. Og maður alltaf að bíða eftir einhverju frumkvæði frá þeim, sko, einhverju viðbröðum.
en það er lítið. Þeir eru í slæmri stöðu í þinginu og sem sagt þó að fylgið Trumps hafi dregið úr því en hvernig skila það sér? Það er ekkert að náttúrulega koma kosningar sko, í næsta ári, það er ekki til ríkisins. Það er rúmt ár. Og það getur verið að demokrata nái meiri styrk í þinginu, en það dugar ekki til. Hann verður þá búin að ná þessum tökum sko, sem að hann setur sér. En það er náttúrulega sko að hann er ekki, spursmálið það sko, hvað gerir Trump? Sko, hann er nú ekki duglegu maður. Og þetta er ekki hans hugmyndir sem við erum að fjalla sko, hérna. Og þetta er ekki hans ástríða. Hans ástríða er náttúrulega að raka að sinni köku og það hefnast mjög vel hjá honum, hann er mjög ríkur núna strax á þessu kjörtímabili og hann heldur því áfram, sko, hann hefur frið til þess meðan hann lætur aðra að halda demokrátunum niðri. Já, en hann hefur auðgast mikið og hans fjölskylda á tímanum. Ég var að svona glugga í grein sem að New Yorker var með þar sem voru alveg stjarnfræðilegar upphæðir sem hann hafði grætt á hinn og þessu með því að leyfa rafmyntir með alls konar braski, með eignir, líka með söl á kosninga svona húum og fleira Trump 2028 sem að rennur bara beint í vasan hjá honum. Hann getur haldið þetta að væri söfnun í ykkur kosningasjóðu eitthvað flis, en þetta er bara hluti af svona tekjuinnstreyminu sem hann hefur persónulega. Svo bjó hann til mynt, sko, hann bjó til Bitcoin mynt sem hann hefur grætt mjög mikið á. Hann svona allir sem þurfa að fá viðtal við hann eða eitthvað sækja til hans að þeir verða að kaupa einhverja milljónir í Bitcoin af honum fyrst. Svo það er bara opinbert sko, glæpastað sem að gengur þarna. Svo það er náttúrulega það sem að vakir, eitt af því sem að við munum sjá út af þessu gasamáli núna, að ef það verður samið, sem eru nú allar líkur á, að þá munu Trump og tengdasonur hans, Kushner og aðrir, þeir munu breyta Gaza í risastóra baðströnd og hótelkeðjur og spilavíti. Svo að þá getur það verið ríkir Ísraelsmenn sem að byggja þessi hótel og þessi spilavíti og fá svo arabana frá Gaza til að vera þjóna á svona stóru hótelum. Það er framtíðin fyrir Gaza. Það er það sem að Trump hefur alltaf séð, sko, þetta er svona eins og hann kallar, þetta er díl, sko, hann ætlar að gera díl þarna, eða viðskipti og dílinn er að auðmennirnir fái stjórn á ströndinni, stórri baðströnd þetta sem er margundi kílómetra og reisi þar hótelin og spilavítin fyrir framtíðina. Það er lausnin sem að kemur út úr því. Þannig þetta er svona sambland af, sem er kannski ekki ólíkt, við ættum að þekkja þessa útgáfu á stjórnarfari. Þetta er svona fasismi sem er drifin áfram að ólíkorkum. Þetta er orðið kannski stefnir í því að verða líkt og Rússland Pútins. Já, það er módelið, það er fyrirmyndin. En svo að þú lítur á fjölskylduna, hvernig fólk er þetta? Í Hvíta húsinu, þar er engin músík, þar er engin konsertar, þar er engin upplestrar eða skáldverk frammi, það er engin hundar og kettir, engin gæludýr, ekkert heimili, engar myndir af forsetafjölskyldunni sem er að gera gaman eða neitt og engin gleði og sem sagt áður var forsetinn og Hvíta húsið svona sameiningartákn þjóðarinnar
En núna tændir hann Ameríku í sundur. Já. Þannig að þetta bætur við eiginlega svona öðru tón að það svona einhver svona dauðakúltúr í þessu. Hann ætlar nú að hafa hérna fjölbragða glímu á hérna afmælisdaginn sinn í Hvítahúsinu í staðinn fyrir þessa tónleika. Já, það það. Það passa vel. Já. Hann hrifinn af þessum vöðvakollum. En þau byrjuðu það, konan hans, að byrja að rífa upp rósagarðinn, sem sagt það var frægur rósagarður hérna kringum Hvítahúsið, let rífa það upp og kasta því og þá tók hann þá lóð og að byggja einhvern sal, sem sagt, sér til dýrðar svona. Og að meðan að gylla allt sem alla innanhús, stokksmuni og allt Hvítahúsið að innan. Maður sér alltaf aðeins meira gull hérna á milli blaðamannafundana sem eru þarna inn í Oval Office. Það verður alltaf meira og meira gull hérna á veggjónum eða í arninum sem eru á bakviðan. Það sem sagt svona, það félagið, sko, þetta fjölskyldan. Svona það, sko, það er dautt, sko. En Haraldur, þegar ég var alast upp þá var mér kennt að á hérna austurströnd Bandaríkjanna væri ótrúlega öflugt samfélag, sérstaklega svona intellectual, þarna koma flestir sko Nóbelsverðlaunahafar hafa komið fram úr vísindasamfélaginu og gríðarlega öflug menning og annað slíkt sem að væri svona menningarlegt bakbein í Bandaríkjunum. Er þessi menning eða þetta fyrirbrigði, menningarlega fyrirbrigði, er þetta að kóðna niður eða var þetta kannski löngu kóðna niður? Já, það er saga, sko. Þetta kemur upp úr 1930 og 35 að þá fara gyðingarnir að flýja, að byrja að flýja hérna Þýskaland. Og náttúrulega, og svo eykst það meir og meir og alveg fram að stríðsár þegar seinni heimsstyrjöldin byrjar, þá komið fjöldinn allur af gyðingum og vísindamönnum til Bandaríkjanna. Þýskaland var vagga vísindana á 19. öldinni og seinni hluta 19. aldar og byrjun 20. aldarinnar. Það var mjög merkilegt starfsemi sem fór fram þar og mikið af því voru gyðingar, vísindamenn. Gyðingarnir áttu, þeir fengu ekki að vera í bankunum en þeir fengu að stunda vísindin og gerðu það og höfðu grein til þess og svo kemur það upp úr svona kringum 1940 upp úr því að þá er Roosevelt forseti og hann ræður til sín mann sem heitir Vannevar Bush, ekkert skildur Bush ættinni. En þessi Vannevar, og hann sagði við Vannevar Bush að þú ert að skrifa bók fyrir mig hvernig við að byggja upp vísindin í Bandaríkjunum. Af því við höfum ekki gert það, við höfum fullt af háskólum, en þetta eru bara hérna svona agricultural colleges eða bændaskólar, búnaðarháskólar. Og Bush fer í það og hann stofnar eða skrifar skýrslu það að það er að stofna vísindasjóð Bandaríkjanna, National Science Foundation, og styrkja vísindin að öllu afli og að hvetja erlenda vísindamenn til að koma til starfa. Það var mjög lélegt eða lítið vísinda þjóðfélag innan Bandaríkjanna fyrir þennan tíma. En svo sprettu það upp og ríkur upp og með þessum styrkjakerfi og þá verður til þetta undur. Og þá náttúrulega fjöldinn allur af vísindamönnum frá Bandaríkjunum, frá Ítalíu, Þýskalandi, Bretlandi, Fraklandi og svo framvegis, fluttu til Bandaríkjunum og inn í háskólana og gerðu þessi kraftaverk eins og Manhattan Project og fleiri og bara tóku 60-70% af öllum Nóbelsverðlaunum í vísindum á næstu árin.
Og svo þetta var alveg blómaskeið og þetta gerði Bandaríkin sem sagt hvað snertir iðnað og uppgötvanir og já, núna er þetta breytast. Nú er vísindamenn farnir að snúa við. Ég þekki nokkra sem að einn konungur minn flutti til Nýja Sjálands út af stjórnmálum, út af áliti hans á stjórnmálum í Bandaríkjunum og nú er líka að draga úr styrkjum til vísindarannsókna. Og Kína er að ná yfirhöndinni eða búið að ná yfirhöndinni öllum líkindum. Svo það er mikla breytingar sem að eru að gerast núna bara á mjög stuttum tíma og það er bara klaufaskapur að fara svona með þetta og bara vitleysa og skammsýni og líka þessi anti-intellectual stefna sem sagt að móti rannsóknum, móti vísindum, móti fróðleik af því að fróðleikur og þekking getur unnið að móti stjórnmálastefnu þinni og þá viltu sem sagt halda fólkinu svona mátulega heimsku til að geta stjórnað því vel. Svo það er mjög mikil breyting sem að gerast núna í háskólanum og ég held að þessi tímabili sé að ljúka núna. Það tekur langa tíma að ná þessu upp aftur. Þannig að Haraldur, þú ert að lifa núna tíma þar sem þú ert að horfa á samfélagi sem að þú hefur tekið þátt í og sömuleyti litið upp til. Þú ert að horfa á það eiginlega koðna niður. Já. Ég náttúrulega dálítið langa sögu hérna því ég kem hérna fyrst 1958 og það var sama árið og Sputnik var settur upp og ég var í litlu bæ í Oregon í menntaskóla þar einn vetur og þá voru allir að tala þessi Sputnik og þetta bíp, þetta hljóð sem að kom frá Sputnik þegar hann sveif yfir Bandaríkin og Bandaríkjamenn urðu mjög nervusir og bara taugaveiklaðir út af þessu og þá náttúrulega byrjar Kennedy með game-stefnuna, game-program. Svo þá var ég fyrst var við þessa rússa hræðslu Bandaríkjana. Þeir eru bara hálf óðir út í rússana og sem sagt svo ég sé þetta svona þróast og vaksa náttúrulega mjög mikið og þegar ég kem hingað fyrst 1974 þá var það blómaskeið alveg Bandaríkjana hvað snertir iðnað og vísindi og menntun og allar framfarir en svo núna við sjá sem sagt 50 árum seinna sjá svona endalogin hvernig þetta dregst saman eða hvernig það spillist. Það er stundum sagt að það taki stuttan tíma að eyðileggja það sem tekur langan tíma að byggja upp. Er það svona tilfinningin sem þú hefur? Ertu undrandi á því hversu hratt þetta hrynur? Það er alveg lygilegt, já. Það skuli, einn maður skuli geta umturnað þessu þannig hátt. Já, hann er náttúrulega ekki einn það en hann er bara svona fígúran á toppnum. En það er náttúrulega þessi stefna sem hefur verið lengi vakandi innan republikana flokksins. Það er ekki nýtt það har alltaf verið svona element í republikana flokknum sem að hafa bara vilja beita öllum brögðum til að ná völdum. Náttúrulega þeir eru í vissuleyti minnihluta republikanar innan þjóðarinnar en þeir hafa alltaf verið mjög duglegir að skipuleggja hlutina og með eins og við sjáum núna hvernig eru búin að ná völdum á Hæstarétti. Það hafa gert það bara skipulagt í 20-30 ár og það hefur skipulagt unnið að því að koma republikunum inn í mönnum sem eru hlynntir republikunum koma þeim inn í Hæstarétt og ná þar meirihluta og svo allt eftir þessu.
Herðu, Haraldur, takk fyrir að taka síman og segja okkur frá Trumplandi, hvernig að Donald Trump og mennindir í kringum hann eru að brjóta niður Bandaríkin innan frá. Ekki skemmtileg saga kannski sem við erum að ræða hérna, en svona er heimurinn. Þetta er raunveruleikinn, já. Herðu, kæra þakkir. Herðu, þetta eru þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Haraldur og öllum gestunum sem hafa hingað komið, Birni og Sigurjóni fyrir að taka viðtöl, Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta eða horfa. Þið breytið þessu samtal okkar í fjölmiðlun og þið hefur líka byggt upp dreifikerfið eins og ég bendist stundum á, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáuð hér og heyrið. Ég hvet ykkur til þess að gera það ef þið fengur fyrst eitthvað merkilegt hérna að segja öðrum frá. Því að þá stækkar dreifikerfið okkar, fólk finnur okkur á YouTube, á Facebook, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu, sem nær alveg upp á Sunnaversnæfisnes, langt upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Það má sækja þar útvarpsendingar líka á spilarann, spilarar.is er á netinu, svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Það sem er á annað borð er net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar er við númer 5 á fjarstýringunum. Við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó, kannski eða tvill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólhring, 7 daga í vikunnan, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að veit að samstöðun skiptir máli í samfélaginu, ekki síst á þessum háskólegu tímum sem við lifum núna. Það er mikilvægt fyrir lýðræðið að hafa hér öflugan umræðu vettvang. Ef þú vilt slást í þennan hóp bjargkerla samstöðunar, þá getur þú farið inn á samstöðu.is og skráðu fyrir áskrift. Það er hnappur sem stendur á áskrift. Þú getur skráðu fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott hjá okkur í kvöld. Á morgun verður vikuskammtur hér við Rauðaborðið klukkan 16, klukkan 4 síðdegis. Þá fáum við hingað góða gesti og ræðum fréttir vikunnar. En við segjum góða nótt í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.